inngilding og hvað snýst það? Bara finna eitthvað fólk hinum einu á nettinum sem hefur kannski aldrei verið í aðstöðu til nokkurn veginn að sjá sér farborðið heldur lifað á einhverjum styrkjum frá Sameinuðu þjóðunum og öðrum. Ég meina höfum við ekki verið að ausa 100 milljónir í að grafa ykkur göng fyrir Hamas á Gaza? Mér skilst það. Peningarnir fóru í það og halda upp einhverjum Hamas-liðum í Katar og hótelum þar, 5 stjörnu hótelum. Peningarnir fóru í það. Við höfum ekki hugmynd hvað vorum að gera með þessa skattpeninga almennings að eyða þeim í þetta. Það var ekki bara verið að hjálpa fólkinu til þess að bjarga sér þarna á Gaza eða Palestínu. Það UNRWA dæmið þarna. Þú varst kannski bara líka að prenta bækur sem að helstu reiknindæmi væru það hvernig þú getur drepið flesta gyðinga. Það er það sem þeir hafa verið að kenna þarna. Í skólum Sameinuðu þjóðanna en auðvitað fólki á svæðinu sem býr þarna og er að stýra þessu öllu saman, þessum svokölluðu yfirvöldum. En þá er stemmingin svo að við eigum að aðlaga okkur þeirra siðum. Vill þetta fólk ekki bara flytja þangað þar, þá auðvitaðsta leiðin til þess að aðlagast þeirra siðum. Getur mætt þá bara í Moskuna og fengið bara sprengjubelti og hvað annað sem það þarf. Það er ekkert annað að gera þá ef að fólk er svona hrifið að þessum siðum sem að fylgja þessum fólki. Helgi Magnús Gunnarsson, hvað segirðu gott? Ég segi bara allt fínt, er nokkuð annað hægt. Hækkandi sól og hérna koma sumar, vor og fuglasöngur. Nákvæmlega, og lífið bara að fara vel með þig? Já, ég hef ekki undan eina kvarta. Nei. Nema ég leti ómennsku. Já, en þú hefur nú verið að kvarta yfir ýmsu öðru, sem hefur kannski ekki sérstaklega að gera með þitt líf þó að einhverju leyti. Hvað hérna, við byrjum bara á pólitíkinni. Hvernig horfir þetta við þér? Hvernig sérðu fyrir þér að samfélagið sé að þróast? Kvarta og ekki kvarta. Það sem ég hef áhyggjur af, mér finnst ég að bera ykkur ábyrgð á öðru börnin mín og barnabörnin, sko. Hvaða samfélag ætlum að skilja eftir handa þeim. Ég bara hugsa sjálf að mig skilja þá, mér skiptir það mig engu máli ef ég hef ekki hugsun neitt annað. Það sem mér finnst miður er að mér finnst við vera leika okkur að því að glutra niður mörgu af því góða sem við eigum í þessi samfélagi og fáum lítið í staðinn með þessari innflytjendastefnu, galopnu landamærum og þessum ónýtu bæði stjórnmálamönnum og stofnunum sem halda utan þetta. Það eru bara alveg ónotaverð, sko. Við sjáum hvað gerist í Bandaríkjunum þegar Trump kom til valda. Það er bara sama að gerast hér, sko. Fólk er búið að missa trú á þessa stjórnmálamenn sem eru að selja sig alla daga á sama verðmiðanum og það er því miður ekki nógu mikill munur á þeim og þeir eru strax farnir að verja getuleysi sitt og athafnaleysi í þessum málaflokkum og verða að samsama sig, þeir tala varlega, sko, því þeir eru sjálfir einhvers staðar síðasta kjörtímabili eða jafnvel þessu sama kjörtímabili bera ábyrgð á því að hafa ekki gert nokkuð skapaðan hluta en að sóa almannafé og láta hlutina vaða áfram bara stjórnlaust og ég held að þetta sé graf undan stjórnmálunum og þetta hefur verið að versna frá því í hruninu þegar stjórnmálamenn mistu algjörlega trúnað eða traust þjóðarinnar og og eins og ég sé þetta þá eru sko viðbrögð stjórnmálamannanna að verða bara meiri gólmáttur, sko, og hlaupa eftir einhverju væli, einhverju fólki meðal annars í þessum innflytjendamálum og öðrum málum, við þekkjum nú þessa umræðu, sko. Það er jafnréttisumræðan að sé allt svo ómögulegt einhvern feðraveldi og einhvern svona tal, sko, sem er svo vitlaust þannig er einhver tali og það er alltaf hoppað á einhvern kynjavagn, sko, ef við horfum í kringum okkur þá finnst mér nú löngu liðin svo tíð að konur þurfa að hafa eitthvað áhyggjur að þessi verið að fara illa með þær og þá fara að rifja upp, sko, og skrifa ykkur á bækur þau hafi skynnt barnið sitt, sko, ég veit ekki til hvers við gerum það líka strákarnir, sko og við erum með þetta hinsegin umræðu sem er orðin einhver trúarbrögð og það hoppa allir á þann vagn og enginn þorir að segja að það standi í einhverjum líffræðibókum að séu 2 kyn, sko og svo getur náttúrulega fólk bara skilgreint kynin eins og það vill bara í einn kolli, allt í góðu og það er eins með þessi innflytjendamál, það er enginn sem hefur þorað að segja nokkuð skapaðan hlut, það er aðeins núna en það kemur ekki frá stjórnmálamönnum af því að þeir séu að stjórna það kemur ekki frá þeim að þeir sjá að sé eitthvað að hjá sér og fjármunir sem hafa runnið í þetta ég fekk nú skammir strax árið 2010 fyrir að gera athugasemd við þessa hópa af Albönum og Makedóníumönnum hér sem voru hérna í 100 og 1000 vís mánuðin saman á þeim forsendum að vera flóttamenn og vera hælisleitendur sko þvílík vittleysa bara nær engu tali og við á þessum tíma áttum minni peningaldur við eigum í dag og eittum í þetta milljörðum að halda þessu fólki uppi og einhverjum aumingjagangi það að þeir hefðu hann verra heim í Albaníu heldur en við hér upp á Íslandi það þarf ekki að orðum á þetta, sko, en þetta byrjaði þarna strax, sko, þessi aumingjagangur, hann er ennþá í gangi og hvernig ætla menn að
bara allir þessi flokkar, ekki hvað síst þeir sem voru í ríkisstjórn sem nú svona betur fyrir einn horfin að þingja og kemur vonandi aldrei aftur en hinni tveir sem að eittu 100 milljarða í þessa vitleysu að þeir gátu ekki girt sig í brók og tekið á þessu og gætti að því að allir þessi peningar og teknir að láni og við erum ennþá að borga allskins kostnað tengt þessu halda menn að peningar vex á trjánum nei, þeir verða til með því að við borgum skatta og við framleiðum eitthvað og ég meina við getum sagt, jú við erum svo rík, ok, allt í góði en okkur þurfum við að taka þetta alltaf láni ekki búið að reyka ríkissjóð meira og minna á lánum af því að það er aldrei náð saman endar síðustu já, ég veit ekki hvenær, þetta var COVID og Grindavík og eitthvað inn í því en mér er sama, það sem út að stendur er að við getum það allavega að loka landamærunum og hægt að sóa fyrir þetta og meðan að við erum að eyða því í okkar eigið fólk eða COVID eða hvað við viljum annað sem við þurfum að gera þannig að það svona þessi hlutir sem ég finnst bara og vittleysi til að þegi yfir þeim sko og fyrirgefa mér það er svo mikið mitt að fyrirgefa þú verður hérna að sjá hvað verður skrifað í fjölmiðluna eftir þessu ummæli ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á Poulsen.is og letir klára málið í dag. Sko, ég velti fyrir mér samt þegar þú reifar þetta og ég er náttúrulega búin að vera, sko það sem er búin að vera mjög sérstakt er að það er búin að vera stórkostlegar áhyggjur meðal almennings og en samt sem áður hefur náttúrulega verið dónalegt að bera fram þessar hugsjónir þrátt fyrir það að mjög margir séu á þessum skoðunum og við erum komin í einhvern svona ákveðin svona sósíalískan kúltúr þar sem að þú mátt ekki vera að segja neitt og þarft í rauninni að búa til einhvern legavef á andspænis sko mannesku sem eru örugglega bara sammálaðir en hún er líka að spinna legavef til þess að þóknast einhverju narratífi einhver sem gæti mögulega verið að hlusta og þetta er náttúrulega ekki hollt út af því að á einhverju tímapunkti springur þetta en svona ef við tökum þetta í breiðu strókunum sko hvernig sérðu fyrir þér að hægt sé að bæta til dæmis ef við tökum bara innflytjendamálin hvað telur það þurfa að gera? Við þurfum bara að stoppa að taka móti þessum hælisleitendum eins og þeir séu bara að séu sjálftaka hjá þeim hvort þeir koma hingað og þeir eru auglýsa hér hingað komnir hvað sé gott að vera á Íslandi og koma hingað í nám og sækja sem hæli og fara ekki heim og annað við þurfum bara að stoppa þetta ég er ekki með einhvern plan ég get alveg sett það saman ég geti sest niður með þeim sem eru hagaðilar í þessu og þekkja krónurnar og smugurnar og við þurfum líka að taka á því fólki sem að sko, við erum að skipta svona hlýtvend við erum alltaf hlutar EES og hér er fullt af fólki og góða fólki sem betur fyrir stærstu hluti fólks, Pólverjar og Evrópubúar sem eru hér að vinna við fáum eina mafíu með þeim eins og albönsku og aðrar sem einhverju glæpaklíkur sem hengja sig utan á það fólk sem komið út á einhverjum tengslum eða eitthvað slíku sko sem fylgifiskur alls staðar. Eða gifta sinni leyfisveitingar? Já, jú. Og við þurfum auðvitað að taka á þeim og þurfum að, ef að menn er í einhverju slíku þá þurfum bara brottvísa þeim, bara með endurkominbanni, bara burt með einhverjum leið. En þegar við erum að taka á móti fólki hér á þeim forsendum sem eru bara fallegar og allir þessir stjórnmálamenn vilja skreita sig með það, þeir séu svo góðir, þeir eru að gefa peningun okkar. Þetta er alltaf í huttatser með kommentið að það fær alltaf eins fyrir vinstri mönnum, þeir kláruðu alltaf peninga annara sko, og lenti í vandræðum. Þetta er svolítið svoleið sko. Og við þurfum að setja einhver viðmið, við þurfum fyrsta lagi eins og hefur verið nefnt við getum ekki lagt niður og viljum ekki leggja niður velferðarkerfið til þess að menn geti ekki komast inn á bætur. Ég heyri á hverjum einsta, ég heyri reglu af því að heimilislæknar er kvart undan því að það séu einhverjir arabar að biðja læknisvottor til þess að þurfi ekki að vinna og þegar þeim, og í einu tilviki veit ég þar sem þeim var neitað það því að það verður nú ekkert að þeim eða honum, þeim sem kom þá satt hann og annar meðan allavega fyrir 2 frekar en 3 fyrir utan heilsugæsluna og beðið eftir lækninu þegar hann kom út og hótuð honum sko. Bara fyrir það hafi ekki gert eins og hún var sagt og það sem verður var náttúrulega þegar mati var þetta var kona þannig að
hún átti náttúrulega að gera það sem henni var sagt vantarlega með menninguna. Við höfum ekkert með svona fólk að gera og þegar við erum að tala að senda fólk eins og ég sá eitthvað viðmælanda fyrir þingmann Pírata að tala að senda fólk í dauðan og eitthvað svona kjaftaði, þú veist, sem Palestínu og Araba geta allir farið inn til Gaza, bara farið að byggja og hætti kannski að drepa gyðinga en það verður ekki skotið allt í klessu hjá okkur aftur. Þetta ekkert mikið flóknar en þetta, sko. Reynið bara að haga ykkur. Og ef þið komið hérna betlandi aðstóð og þykjandi aðstóð sem að við hefur verið reifað hver þeir þurfi ekki að taka strætó til læknis eða í röntgen eða til tannlæknis en kerðir í leigubílum. Þetta svo slík sóun að við bjóðum ekki okkar fólki við sjálfu upp á að njóta svona þjónustu og fyrir utan þetta náttúrulega hafa mjög verulega neikvæð áhrif á heilbrigðiskerfið og annað, það er bara yfir silt. Þetta á það við alla þessa, hvað 40-50.000 útlendingar sem hér eru það er ekki fyllt kannski með læknar og hjúkrunarfræðingar í samanmæli og við þurfum náttúrulega að hafa það í huga en hérna við þurfum bara að gera þær kröfur að fólk síni lámars tillitssemi, það reyni að aðlaga sig okkar siðum og það tæki tillit til okkar regluna og bara gangi að bara svona sómasamlega gagvart okkur, samfélagin okkar og ef þið gera það ekki, þá getur bara farið og ef þeir vita bara fyrirfram hversi krafi staðum, þá bara veist séu þeir að fara í einhver slæmar aðstæður þá bara so be it, hvað kemur okkur það við þú getur ekki hagað þér, þú ert hérna á okkar framfæri þá bara vistu það og ferðu bara heima og situr bara í súpunni, það er bara þín ábyrgð það er bara þín ákvörðin, það er ekki okkar við bauðum þig velkomin, hagaðu þér nei, ef getur það ekki, þá bara ferðu þetta er ósköp einfalt í mínum huga, við þurfum náttúrulega að stýra landamærunum, það þýðir ekki að hælisleitendur sem koma hér og segast ekki geta búið í heimalandinu þeir séu að fara í sumarfrí heim gera það bara í stórum stíl, það er enginn að fylgjast með því og segja, heyrðu kallinn minn, hvað ert þú að gera hér á okkar kostnað að þú getur farið heim í sumarfrí og getur ekki bara búið þar. Danmörk rannsakaði þetta og ég held að 79% af þeim sem hefðu komið hefðu farið í sumarfrí til heimalandsins. Nákvæmlega, og þetta er nákvæmlega eins hér. Þetta er vandinn að hluta til í okkur sá og Kristi öllaðist nú svolítið í mínu máli á sínum tíma að við erum í alveg sér að þöggun. Við vitum ekki allan skítin sem fylgir þessu vandamáli og vandamáli sem fylgja. Af hverju að því þeir sem að tala mest fyrir þessu þeir þagga niður alla umræðu með einhverjum stefnum og upprópunum og við erum svolítið gungur sem hópur að við þöggum ekki niður í það sem við eigum náttúrulega bara að gera bara jaðarsetja þetta fólk þetta eru bara sníkidýr á samfélaginu sem eru bara valda hérna tjóni og maður ekki bera neina ábyrgð á því með því að garga alla niður og stjórnmálamennirnir lúffa þeir eru alveg kjarklausir. Þú vilt ekki sýna mannúð og mennsku? Jú við erum að sýna mannúð og mennsku og ég er alveg tilbúin að við tökum á móti einhverjum skikkulegum hópa flótamönnum sem er raunverulegir í lífshættu sko, ekki bara einhverjum Norður Afrikubúa sem vilja koma hingað til að keyra leigubíl og við veljum þá bara einhvern hóp sem við ráðum við sköpum honum aðstæður sem að setja ekki húsnæðismarkaðinn okkar á hliðina og kostar okkur ekki 20 milljarða á hverju ári og við eigum ekki til þessa peninga, við þurfum bara að vera hagsýn í þessu eins og öðru, við getum ekki bjargað heiminum og síst af öllu eins og þessi vitleysa var nú hérna 2010 þá eigum við ekki að vera að taka á móti fólki bara því að á ekki pening heima hjá sér. Ég meina það þá bara einhverja 7 milljarða manna eða eitthvað sem eru þá bara velkomnir vantarlega af því þeir eiga minni peninga við eða miklu minni peninga við og lifa við lélegar aðstæður. Ég meina mannúð, ég hef nú svona tölverða mannúð gagnvart fólkinu okkar og ég tölverða mannúð gagnvart gamla fólkinu okkar sem er búið að streða við að búa til það sem við höfum hér á þessu landi og gera það byggilegt og mér finnst nú kannski bara við ættum að hugsa þá mannúð svona til að byrja með, ekki láta fólk sofa í einhverjum bílskúrum og vera fast inn á sjúkrahús sem það kennst ekki á hjúkrunarheimili og svo framvegis. Þetta ættum að beina mannúðinni þangað og að börnunum okkar ég sá núna að það væri vangreint í miklu mæli heyrnarskaðar eða heyrnar ágallar hjá börnum, það var eitthvað frétt ég man þetta frétt sem var hérna fyrir 1 ári síðan eitthvað, það streymdu yngar úkrainskir þegnar sem væri búin að komast að því þeir fengi mikið betri þjónustu hérna hjá talmeinastöðinni og betri lustunartæki og allt þetta sem ég þekki nú ekki alveg prósessin á þessu, þeir fengi mikið betri heilbrigðisþjónustu vegna heyrnarskaða heldur en þeir fengi heimalandinu og þetta var orðið gríðalegt, ég man ekki tölunar en á sama tíma erum við að átta okkur allt í einu á því að við erum ekki að sinna börnunum okkar. Þetta er ekkert, nú hoppa vinstri mennir upp og segja að það sé að eyða sömu krónunni tvisvar, þeir trúa því, sérstaklega ef þú átt nú krónuna á gott æðinni.
það bara ekki þannig. Við getum ekki, sko, ef við getum ekki hugsað okkar fólk og gert þetta sómasamlega sem þurfum að gera, við getum ekki haldið við vegum hérna. Við erum að væli yfir einhverjum spítala sem, hvað heldur hann kosti, 80 milljarðar þannig að Landspítalinn. 110,8 held ég. Já, ok, flott, 560 var ekki, síðasta tala. Nei, sko, veist, þetta ég veit ekki, þegar vest var... Nei, 210,8. Var að 2023 áætlun, ég veit ekki hvað þetta komið upp í núna. Nei, ok, en veist, þetta kannski bara það sem við erum búin að eða síðustu 4 árum í þessu stjórnlausu flóttamanna pólitík okkar, sko. Og af hverju fáum við ekki tölur þetta? Við sjáum eitthvað í hérna fjárlögum að ég fara 2-3 milljarðar í eitthvað, þú veist, það ekki þeim að brota þessu. Hvað með skólana og hvað með heilbrigðisþjónustuna og hvað með sveitafélögin sem eiga svo eftir að setja uppi með uppihald og fullt af fólki. Hvað með tryggingastofnunum, við erum að flytja hérna fullt af fólki sem eru komið á þann aldur að fyrir beint á eftirlaun. Það mun aldrei borga skatta, það fyrir beint á kerfið. Þetta allt auka kostnaður og hvernig heldur þetta verði við höldum þessu svona áfram eftir smá tíma. Eigum við þá bara að skera niður og hérna láta það bitna þá bitnar það bara öllum, sko. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarp í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Já, það líka eitt sem heit kartöfla en hún samt þegar maður reifar hana í sjálfu sér ekkert heit kartöfla sem það að við gerum ráð fyrir því að verksmiðju stilling mannskepnunar sé vestrænt lýðræðis fyrirkomulag og að við teljum okkur í trúum það að ef við myndum bara kasta manneskju hvar sem í heiminum þá verksmiðju stillingin sú að hún bara í rauninni viðheldur þeirri svona íslensku menningu sem eins og við þekkjum hana. Staðreyndin svo að það ekki þannig. Verksmiðju stilling mannskepnunar ekki bara einhver random test Íslendingur, sko. Og það sem að eins og þegar við erum að tala sko, fólk alltaf að tala að sérstaklega sko fyrir kosningar langar að segja 2024 eitthvað það bil að hérna þá var alltaf verið að tala sko það hvað það væri gott að búa í Íslandi. Alltaf að tala hérna forsetakosningum var þetta líka bara það svo frábært að búa í Íslandi. Það svo frábært að búa í Íslandi. En þetta 3. gráðu spurning. Það gott að búa í Íslandi, það svarið. Þá spurðu af hverju gott að búa í Íslandi. Það út af því að við höfum orkuinnviði, við höfum félagslega samheldni, við höfum ótrúlega mikið traust til hvers annars. Það hérna, já, félagslegt jafnvægi. Það ákveðin svona menningalega einsleitni sem gríðarlega mikilvæg í þessu þrátt fyrir það að fólk telji það að fjölmenning sé eitthvað bara jákvætt í eðlisinu og þá getum við spurt af hverju það fyrir hendi af hverju þessir þættir fyrir hendi og þá erum við komin svolítið í kjarna þess máls að ástæðan fyrir því bara reynsluspeki hundruður ára aftur í tíman þar sem við erum búin að gera fullt af mistökum búin að verða á fullt af sviðum en aftur á móti útkoman þessi og það ætla bara að segja mér að það sé ekki þessi reynsluspeki sem við þurfum að viðhalda til þess að viðhalda þessari 1. gráðu spurningu sem bara gott að búa í Íslandi það að þetta sé ekki afleiðing þess og að segja bara nei, við getum bara tekið á móti hverjum sem sama hversu ólíka menningabakgrunn eða hugmyndir hugmyndir til mismunandi áhersla í kynjamálum og öðru það þykir mér vera svona þessi fásinna sem að ég samt krafin að endurtaka út af því að ellegar ég vond manneskja. Já, skulum alveg gleyma því vondur eða góður, sko, veist, ég nenni ekki að hlusta á eitthvað fólk eins og þetta sólærislið og annað no border með blátt hár tala hvað það sé gott fólk og við séum vond, sko, bara, veist, gleymið því bara, veist, farið bara að fá ykkur eitthvað annað að gera og reynið að vera til friðs. Málið að, sko, ef við ætlum að halda upp einhverju góðu með peningum þá gerum við það bara með þeim peningum sem við eigum, skilur hvað við að láta á, í hvað við að láta á ég veit ekki að mótið að við reynum að hjálpa fólki sem býr við mjög
slæman kost og þarf aðstoð heima hjá því sko og ég held að það fólk myndi mjög margt bara þykja það ef við getum gert eitthvað fyrir það þar en ekki til þess að kannski ausa fé í eitthvað sem skila svo yngu sko, það verður þá að vera eitthvað svona uppbyggilegt, kenna þeim að nýta jarðvarma eða eitthvað annað, framleiða rafmagn eða eitthvað ef við getum aðstofað þar því við höfum svona smá reynsla af því. Fiskveiðum, við getum og höfum verið að reyna að leiðbeina þeim með það. Það er náttúrulega, sko menningin er náttúrulega sumstaðar þannig að það er ekki, eins og það lýsa, það er bara ekki til staðar þetta mentalitet sem þarf til að bjarga sér alls staðar sko. En það sem ég finnst með það sem varst að segja sko, einsleitin og ég er alveg sammála því, það er það sem við haldið þessari þjóð á lífi hérna. Það er þetta að við erum af sama meiði, við að verða snjóflóð eins og var fyrir vestan eða eldgos eða eitthvað, þá stöndum við saman og hjálpum okkar fólki við. Þetta verður ekkert þegar við erum orðin helmingurinn frá hinum á þessum löndum, þá hverfur þessi samheldni, gerir það. Þeir hópur fólks sem kemur annar staðar frá hefur bara allt aðra hagsmuni og áhuga sko. Það sem er vitlausast í þessu öllu saman að það er eitthvað fólk sem hefur stýrt svolítið þessar umræðu og ég minnst hér áður sko, sem að sagði svo og fann eitthvað ruglyrði sko, sem var inngilding og hvað snýst það um? Og það snýst nákvæmlega það sem þú varst að segja. Það er að finna eitthvað fólk hinum einu á nettinum sem hefur kannski aldrei verið í aðstöður sem nokkuð að sjá sér farborðið heldur lifað á einhverjum styrkjum frá Sameinuðu þjóðunum og öðrum. Ég meina höfum við ekki verið að ausa 100 milljónir í að grafa ykkur göng fyrir Hamas á Gaza? Mér skilst það. Peningandi fór í það og haldi upp einhverjum Hamas-liðum í Katar og hótelum þar, 5 stjörnu hótelum. Peningandi fór í það að hluta. Við höfum ekki hugmynd hvað vorum að gera með þessa skattpeninga almennings að eyða þeim í þetta. Það var ekki bara verið að hjálpa fólkinu til þess að bjarga sér þarna á Gaza eða Palestínu. Þetta UNRWA dæmið þarna. Þú varst kannski bara líka að prenta bækur sem að helstu reiknindæmi væru það hvernig þú getur drepið flesta gyðinga. Það er það sem þeir hafa verið að kenna þarna. Það komum við búið að sína fram á það. Í skólum Sameinuðu þjóðanna en auðvitað fólki á svæðinu sem býr þarna og er að stýra þessu öllu saman. Þessum svo kölluð yfirvöldum. En tökum það nú til svega. En þá er stemmingin svo að við eigum að aðlaga okkur þeirra siðum. Vill þetta fólk ekki bara flytja þangað þar, þá auðvitað leiðin til þess að aðlagast þeirra siðum. Það verður bara, getur mætt þá bara í Moskuna og fengi bara sprengjubelti og hvað annað sem það þarf. Það er ekkit annað að gera þá ef að fólk er svona hrifið þessum siðum sem að fylgja þessum fólki. Nei, þetta er Ég ætla að taka það fram, sko. Ef að fólk sýnir, og ég held að sé nú svona kannski slatti af þessu fólki vill bara lifa eðlilegu lífi, hugsa börnin sín, vinna, sjá sér farborða og jafnvel aðlagast okkar siðum, sko. Ég held að, þetta kemur nú ýmsum áttum, sko. Og við höfum náttúrulega að fagna því fólki sem komið er hér og hjálpa því að aðlagast og svo framins. En það á aðlagast. Ef það aðlagast ekki, þá þurfum við að setja ykkur reglur. Ég er alveg sammála því að við hefum ekkert að vera að líða það að fólk sé hérna með, eða konur séu látna ganga hérna með einhverja slæður fyrir andlitin út á götu og einhverjum búrkum. Það er ekki eitthvað sem samrýmst bara okkar siðum. Ég skil bara ekki þegar að vera að tala allt þetta feðraveldi og allt þetta feminista tal. Það skulle ekki bara vera stórum útmæli út á götum yfir því. Þá er þetta allt í norði eitthvað menningarlegt og fallegt. Að því að konur láta yfir sig ganga í þessum heimi að vera kúaðar. Þær vilja þetta, en finnst þetta alveg frábært. Í alvöru, þetta er málflutningur þessar fólk sem að, fer alveg úr límingunum yfir því að ef að kallinn eldar ekki eitthvað kvöldið, til jafnsu konuna eða eitthvað annars líkt, skúrar ekki eldurskólfið. Já, það er oft kemur frá sama, sko. Það er líklega stærsta double think Orwell sem að fyrir hendi er í vestrænu lýðræðissamfélögum að telja það vera einhvern veginn að þessi svona draugkenda sýn það að feðraveldið sé raunverulega að halda konum niðri og glerþakið sér til þess að þær fá ekki þau störf sem að þær vilja og að það sé sko allt líkjandi og að það sé einhver svona menningarleg meðvirkni þegar konur tala fyrir einhverjum svona íhaldsum gildum sem að þó eru bara að telja sig vilja vera meira heima með börnunum eða eitthvað þannig að þá er það át af því að það er búið að sko hvít yfirburðahyggjan er búin að í rauninni þrengja þessu ofan í koki á konunum þess vegna er það endtaka og
og svo tala maður það að hérna ef að konur ekki með slæðu eða í búrku að þá verða það fyrir barsmiðum heima fyrir og þá þarf að vera meðvirka hvort því sko. Já, þetta náttúrulega þetta orðið, það búið að ofhugsa þetta svo rosalega ok, segjum að fólk, ef það var, ég menna það sem svolítið merkilegt núna, konur halda ennþá að þeir fá stöðu eins og á ríkinu sko, að þeir séu að vinna sama afrik og Vigdís Finnbogadóttir gerði 1980 og hvernig var það 81 og já, ég segi það sko þeir séu alltaf að fara upp úr þessu glerþæki eða hvað það heitir nú sko sem náttúrulega bara vitleysi, það lungu búið að laga alveg helling hérna en þessar sömu konur sko sem að telja sig vera berjast fyrir konur, þær eru tilbúin að dæma konur með þessi viðhorf sem þú listir sem einhvers konar second class fávita bara sem eru heila þygnara mönnunum þeirra í alvöru, að við kynst konum það er nú ekki alltilis að hlusta á allt sem að segja við þær sko en að sko þetta bara það er ekki hægt að rökra þetta þú kemur alltaf með eitthvað svona kenningu það er bara heila þó að viðkomandi hann getur ekki talað, hann er ekki að segja það sem að finnst hvernig ætlar að rökraða nokkuð skapaðan hluti ef þetta endar alltaf í þessu eða eitthvað eins og þessi umræð enn og ofta vinstri kantinum sko, þú setur rasisti ef ég er á móti sósíalisma eða kommunisma, það er vitlausasta kerfi sem var búið að marksanna og við nú drepið fleiri heldur en nokkuð annað hugmyndakerfi í heiminum að meðtöldum Íslam og það var mikið sagt að er ég þá rasisti? Meðan þeir eru með konar kommunisma í Kína og þeir eru gulir eða svona Asíubúar, öðrum kynþætti skulum við segja, er ég þá rasisti af því að þú getur fundið einhvers staðar eitthvað sem þetta er eins og þeir eru verið að tala um þessi rasismi að hafa einhverja skoðun á Íslam ég meina fullt af hvítu fólki sem er í Íslam sko, múslimar Já, það var endar sko þá er búið að búa til eitthvað orða þessi menningarlegu rasismi sko Pilsa er ekki eins þegar hún er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það eru þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fáir þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, það er svolítið sérkynlegt. Það var sko, þetta búið að vera ótrúlega áhugavert. Það mest af þessum fræðum náttúrulega að koma frá Bandaríkjunum og það er rosalega skrítið náttúrulega eins og Jonathan Haidt talar það er svona goalpost shifting en þetta hefur líka, svo ég haldi áfram að sletta, verið ákveðið svona shape shifting út af því að núna náttúrulega talar þennan menningarlega rasisma sko en það sem var alltaf áhugavert var að sko þegar að þessi hugmyndafræði aðskilnaðarstefnu vinstrisins sem að byggða á því að það væri hægt að sko móta stefnu í því að samþykkja umsóknir til í háskólanám í Harvard og víðar að það væri til þess að mynda að koma til móts við minnihlutahópa og asískir voru alltaf innan þess hóps þangað til svona 2006, 2008 eitthvað svoleiðis. Þá fór þetta breytast yfir í það að Asíubúar ættu að vera skilgreindir sem hvítir út af því að þeir höguðu sér eins og hvítir með því að vera að standa sig vel í námi og þá var búið að sko rosalega sko breyta þessu í þann hugarheim sko að það væru hvítir og asískir karlmenn sem að væri að viðhalda þessu svona, já, þessum kennirömmum sko. Akkurat, já, það var nú vesti ef fólk færi nú bara að lesa bækurnar sko. Færi ekki inn í skóla bara því að það væri með ákveðin húðlit eða ákveðin trúabröð en já, þetta er galið, þetta er bara, við erum farin að sjá þetta þá að vera að fara að mæla ykkur aðra eiginleika núna til að komast inn í menntaskóla heldur en getu í námi hvernig halda menn að samfélag endi sem að alltaf sko taka lægsta samnefnarinn í öllu og það er bara ekkit best að vera alltaf með fullan bílstjóra í bílnum sko við þurfum bara að við þurfum að byggja undir hæfileika fólks til þess að við í samkeppni þjóðana, við erum alltaf í samkeppni allt sem við gerum, seljum og framleiðum þessi þjóð, þá getum við ekki verið með einhvern fólk með einhverja gráður sem það til þess að eiga þá að fá einhver góð störf og vera í lykilstöðum ef það hefur ekki unnið fyrir þeim og er ekki framúrskarandi því sem það er að gera. Hvernig endar það? Það
það bara fer hægt og rólega niður á við að geta og framista það. Þetta náttúrulega sko ákveðin hugmynd John Rawls sem kom með hérna fávísisfeldin þar sem hann sagði að ef þú myndir ekki vita í hvaða hérna stöðu þú værir sem samfélagsþegn en þú getur hérna fæðist hvar sem og þá myndi ekki skipta máli hvar þú myndir fæðast, þú myndir alltaf vera sáttur og við ættum að reyna að byggja þannig samfélag að sama hver þú sama hvernig þú ert að litin, sama hvaða kyn og annað að þá ættum við að hérna leitast til að vera með þannig samfélag að það myndi ekki skipta þeim máli. En við erum búin að taka þá hugmynd og bæta í ofanalag eitthvað svona Foucaultískan valdastruktúrskenningar þar sem að þú ert að hérna í rauninni alltaf í einhverju valdatabli, ég og þú erum núna í valdatabli út af því að raunverulega ég sem hvítur maður að reyna einhvern veginn að annarkvort skapa eitthvað narratív fyrir einhverja aðra eða þá að reyna að ná mér niður á þér og við séum einhverju stanslausu valdatabli. Og við tókum þessar tvær kenningar, þar að segja þennan fávísisfeld og þetta valdatabl Foucault og hlupum með það í átt að því bara að ef að þú gerir einhverja athugasemdir það kerfi sem að leitast eftir því að bara konur eiga að komast hingað eða þeldökkir eiga að komast hingað að þá sért þú rasisti eða hatar konur eða hatar minnihlutahópa einhverju tagi og það eins og þú segir sko að þessi meðvirkni hefur rauninni skapast á því að það sé bara eitthvað fólk sem að mætar á internetið og hjólar í þig og stjórnmálamennin segir bara já það hlýtur það að vera rétt þú ert á vandmanneskja. Já, akkurat, það er þessi sko, í mínum huga er þetta sko einfalt, þið getið skrifa endalösa bækur og vitnaði í einhverja menn sem að skrifa einhverja bækur gefum bara öllum sem tækifæri, við höfum reynt að hafa það í menntakerfinu þannig að allir geti mentað sig og við höfum reynt að styrkja fólki í íþróttum til dæmis, sko veist, það er þessir frístundastyrki sem að hjálpa örgulega meira þeim sem að minna eiga, að börnið að geti stundað og það ætti að vera í tónlist líka finnst mér, því að það er svona ákveðin lífsgæði að börn geti fengið að kynnast í að læra hljóðfæri og svo framvegis. Svo verður bara fólk að bjarga sér, skilur við bara tryggjum það við erum ekkert að ráða ef við hugsaum það svoleiðis. Við erum ekki að ráða eitthvað fólk sko bara út á einhverja silfuskeið í munninum eða veit ekkert og getur ekkert. Við erum ekki að gera það heldur sko. Við erum að passa okkur á því að enginn hafi forgang út á pappa og mömmu sko. Ef það stendur þig ekki þá bara verður þú ekki ferð ekki allt sem þú vilt sko. Og bara ef við tryggjum bara jöfn tækifæri hvort sem það kvenna og annara. Ég meina ég veit ekki á hverju húðlitur ætti að skipta einhverju máli í því hvort þú getur lært og farið í skóla og annað slíkt. Þú þarf bara að vinna fyrir þínu svo allir hinnir sko. Hvernig er hérna það er bara, já það er mín sín á þetta sko þetta er ekkert flóknara þetta Ná, þú veist hérna einfaldan veruleika allavega hérna ég er einfaldur maður einfaldur maður ég held að það sé nú kannski hættan ef þetta verður flókið og þú hættir að skilja þetta sjálfur þá endar bara í einhverju svona á netinu fröstir að skýta út allt og alla fyrir að vera ekki sammálaðir, er það ekki þannig? Jú, ég er reyndar alltaf að segja það er alltaf að vera að tala það við séum svo það er svo mikið skautun og tvístrun og einhver, ég veit ekki hvað þessi hugtök heita all. Ég er alltaf að segja, sko, ég menna hvaða fólk er svona mest í því að vera í kommentarkerfunum á Vísi eða annað. Þannig að fólk sem er oft á tíðum svolítið villust hérna skrúa saman þann daginn, bara illa fyrir kalla eða eitthvað þannig. Og þar alveg endi, ég held að sé engin skautin, ég held að við séum fyrir ykkar samheldin almennt, sko. Ég held að séum töluvert betra standi en aftur á móti þá er samfélagsgerðin að breytast þannig að það er brothætt og við þurfum bara að huga að því og vera ekkert feimin við það sko. Já, ég sammála því en sko, það sem ég finnst nú bara stundum kannski ljómar þetta svo hroki sko en maður finnst svona stundum að sjá sko athugasemdir sem er innblásna bara af einhverju þekkingaleysi sko, fólk er að slá einhverju fram, það getur fletti upp sko. Ég fletti upp og var með smá tölu og fundi daginn sem sagt þjóðarframleiðslu á mann sko innan Evrópusambandsins að því ég svona skoðan á því og hérna svo versus Ísland bara tölur sem í World Bank og IMF og þessir eru haldið utanum bara yfir öll ríki heims og ég gerir ráð fyrir að þeir sé í aðstöðu til þess að fá réttar upplýsingar setti þær bara fram eins og þær eru sko, þá komið allskins fulleringar út á söður, ég meina getur bara flett þessu upp sko, maður þarf ekki, það er ekki einhver skautun í kringum staðrendir, skilur rökræðum hlutina, þetta er að jú, getur verið í einhverju geðrofi og slett einhverju fram í einhverju fílu sko, því að þessi vitlýsingur sé far hægri eða þessi sé far vinstri sem að mun vantarlega vera til, ef það er til far hægri þá er til far vinstri, er ekki
maður hefur nú aldrei talað vinstri öfgamenn Stalin hefur ekki eins og verið vinstri öfgamaður það svolítið merkilegt sko en það sem ég vildi bænda við sko varandi að því við erum að tala kostnað og annað í kringum þessi kerfi það sem að ég held að sé að því við fáum aldrei að vita kostnaðina af þessu, það bara vegna þessi stjórnmálum vel ekki sína okkur hvernig það er verið að sóa peningunum okkar þeir eru bara samstíga í því þessi mainstream stjórnmálamenn sem við erum að horfa á hverjum deginn og þingi sko, svona mjög margir þeir sem í aðstöðu sko ég ætla ekki að dæma alla og það er ákveðni hreyfingar hérna sem að reyna að gera öðru sig en þeir bara vilja ekkert sína okkur þetta Veitu, hvernig færið það var prófessor í háskólan sem var áætla að geta verið 100 miljardar á ári sem fóru hérna þeirra vestlét, ég held að hún eitthvað aðeins sagt á þessu í þessi útlendingamál þessi hælisvillisu Myndur þú sjá fjármálaráðherra sem ber ábyrgð á þessu stilla þessu upp, hvað erum búin að vera eyða í þetta af hverju fór svona mikið í þetta og að við hefum ekki stjórn á landamærunum því að er eitt flokkur hérna sem að gera allt sem að gat til að eyðileggja það fyrir okkur og við létum hann komast upp með það Heldur þú viljir einhvern veginn að sína þennan veruleika nei, þú lýgur að fólki felur þetta, þess vegna fáum við ekki við eigum að fá allar þessar tölur bara lið fyrir lið við erum að kjósa þetta fólk, þetta eru peningarnir okkar og við erum bara að fá að vita hvað er verið að fara með þá í og hversu mikið kostar hlutirnir og hvernig stýrið í landinu við fáum þetta ekki sko Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Nei. Hvernig hérna tímalínan í þessu? Þú varst náttúrulega vararíkissaksóknari og varst mikið í því að vinna sem lögmaður í hruninu og fleira. Já, sem ákærandi, í hruninu var ég vararíkissaksóknari, já. Já, akkurat. Já, það sem ég að segja. Og lögmennskan, þú ætlaði náttúrulega að vera smiður á sinni tíma. Ætlaði, ég kláraði húsmiður, ég var 18 ára og ég vann við það í 10 ár. Ég er húsmiðarmeistari, þannig ég ætlaði ekkert sko. Þú bara gerðir. Allavega, hvernig tímalínan í þessu út af því að það voru svona ákveðin mál sem komu upp, ágreiningur við ríkissaksóknara og fleira og að það var svona hitt og þetta. Svo þegar að hún segist ekki geta starfa með þér, að þá segir þú ok, flott og þú hættir störfum þar og þá ferðu bara á fullt í það, náttúrulega stórt mál sem að hafði með þig að gera hjá vinn okkar hérna TH Kurani sem að hérna var og hælisleitandi, situr núna held ég á Hólmsheiði. Hvernig tímalínan í þessu öllu sko, eru skoðanirnar sem að þú búin að bera fram hérna í dag, búin að breytast eða þurftur þú bara að þegja út af því að þú varst vararíkissaksóknari? Hvernig það? Ég náttúrulega hefði ekki mætt í svona viðtal við þig eins og núna eða önnur sem ég hef farið í núna síðustu árið eða svo ef ég hefði verið í minni stöðu sko. Þetta sem ég sagði var sko árið 22 við tökum einhverja tímalínu það var umfjöllun í fjölmiðlum mann sem sagðist vera samkynhneigður og vildi fá hæli hér vegna þess að hann væri samkynhneigður og ofsóttur í heimalandinu mann ekki hvort að kom fram en ætlaði hann ekki verið þá hann hefur verið frá okkur í landi hvað sem hann er múslim eða ekki sko það er nú ekki vel liðið menn eiga til að detta fram á hústökum eða stunda slíkt og ok, það er valid Útlendingastofnun var rannsakað þetta og svo var dómsmál og það sem komst í niðurstöðu að rannsókn Útlendingastofnun hefði verið áfátt og eitthvað og ég kommentar eitthvað á þessa frétt sko, sett hann inn á Facebookinu á mér og sagði að fannst bara skrítið að vera ráðast á Útlendingastofnun því að auðvitað líju menn til svona til þess að bjarga sér og það var búið að vera 2019 rétt áður var ekki mikil fréttaflutningur að því náttúrulega eins og öðru en það var ein frétt í DFF manni allavega sem ég sá skýrslu greiningadeildar ríkislögreglustjóra skipulagða brotastarfsemi sem var fullyrt að hópur
múslimskra kalla sem hefðu fengið hæli hérna vegna samkynhneigðar og ofsóknar í heimalandinu hefðu svo gerst upplýsir af því að brjóta gegn konum kynferðislega stutt eftir þeir voru búin að fá hæli. Þetta vissu menn og ég meina Jón Gunnarsson var nú ráðherra þarna, hann ætti nú að vita eitthvað það sem hann gerast innan lögreglunar þó hann hafi nú hoppað upp á nefsér þegar hann sá þessa frétt mína eða frétt þessa athugasemd mína menn líu þetta til þess að bjarga sér og það bara vitað, menn fólk að eyða vegabréfunum sínum á leiðinni eða þegar kemur til landsins þannig að það rannsóknarefni að finna bara hvaðan fólk kemur og svo framvegis til þess að reyna að fá hæli og ég meina, væri maður í sömu aðstöðum, maður getur kannski ekki gagnrýnt fólk þú að reyna að bjarga sér, þú að ljúgi þetta sagði ég og þetta þótti alveg að hælisleiðendur sé að ljúga hvernig dettur að halda slíku fram ég meina, hvaða vitleysingar eru þetta hvaða fólk eru við með í einhver ábyrgðarstöðu sem að veit þetta ekki og er eitthvað að hneykslast á því að þetta sé sagt í alvöru eða hvað finnst þér? Ef þið einhvern veginn dottið í huga að fólk væri ekki að beita allur ráðum til að fá hæli. Þetta var einmitt það sem ég ætlaði að koma inn á áðan í sambandi við hvatakerfið og það er ótrúlega lítið þú talaðir áðan það að fólk myndi að sjálfsögðu reyna að fá hámarksbætur fyrir veru sína sama í hvaða formi það og myndi náttúrulega koma með allskyns umsóknir það. Ég bara að sjá það núna til þess að fekk senda myndir það þeir sem eru að koma hérna utan EES í nám það er verið að hvetja á til þess að ef þeir eru í transferli eða annað að vera að sækja strax það að komast í læknistíma saman hvort þeir séu komnir til landsins eða ekki út af því að það þarf að sækja sérstaklega lyf og það sé einhver löng bið það og svona algjört þannig að sjálfsögðu eru hvatarnir stiltir þannig af og ég veit nú ekki hvort þeir fá ókeypis lyf út af þeir eru námið eða hvað, ég þori ekki að úttala mig það en hvernig sem því líður að þá erum við með hvata sem eru náttúrulega bara þannig að ef að þú kemur vegabréfslaus úr flugvél að þá vitum við það að þú eyddir gögnum það hvaðan þú ert og það ætti þá ekki að koma okkur á óvart að ef að það bætir þína stöðu að útrýma þessum gögnum sem eru vegabréf að fólk geri það þannig að nei, svarið er að sjálfsögðu nei, mér finnst það ekki. Nei, akkurat, ég meina þetta var langa svarið, en hérna það var betra svarið. Nei, ég meina málið er þetta. Leið mér að skjóta inn, út af því að þegar við erum, út af því að þú komst inn á þaðan og ég náði ekki að skjóta þið inn að með hvatakerfið að fólk segist vera með einhverja rosalega góðar hugleiðingar það hvað gerist í kjölfar þess þetta er bara eins og með bara almannatryggingafrumvarpið. Bara við erum bara að bæta hag þeirra öryrkja sem fyrir hendi eru inn á kerfinu. Okay. En afleiðingar af því út af hvatan eru fyrir hendi að það munu koma til með að vera miklu fleiri öryrkjar sem munu sækja meiri bætur og munu það búa til ósjálfbært kerfi. Það er það sem ég verið að reyna að segja með þessu langasvari bara að við þurfum að huga að hvötunum. Já, alveg samlega því en upp úr þessu þá veittum mér áminningu Sigríður að ef ég sagt eitthvað sem varpaði rýrið á ákæruvaldið og svo nýtti aftan í sem var nú bara svona kaldur húmor sem allir skildu sem þekkja mig ég spurði hvort það væri eitthvað skortur á hommum á Íslandi þá bara með vísun í þessa frétt skilur við að taka móti bara öllum sem séðast þeirra hommar því að það er svo mikil skortur á hommum á Íslandi það þótti þetta engu fyndið allt í lagi en það var ástæðalust að snúi svo kól þannig að ég hefði eitthvað á móti hommum og mér sé utanríkisráð þeirra núverandi sem er að selja okkur aðild að Evrópusambandinu henni fannst í lagi að fullir að ég hefði sagt að það væri alltaf margir hommar á Íslandi inn á Twitter og ég var á móti hommum þú veist ég á einu alveg mála tölbúnaðin og hversu heilindin eru mikil í umræðinni og meira segja fólki sem við höldum ekki treyst við framhaldi þessu sem og þetta gerist nú á vakt hjá Jón Gunnarsinni og sá var hann ekki hérna hjá þér og Brynjar Nýjar finnum daginn og var að heila sér að því að hafa ykkur til að opna munninu með þetta sem var svo mikið kjátt að það náði ykkur talin en Brynjar satt hjá þegar var að greiða atkvæðið með þessi útlendingalög 2016 það var nú gott hjá hann því þau eru það vitlaust sem hefur komið út úr þinginu sannlega lengi en settur reyndar ykkur lög friðun héra en það var nú vegna þess að þeir ætluðu að flytja héra til landsins en það var svo fellt ykkur setna en kannski var það vitlaust í ljósi þess að kom aldrei héri á Íslandi en og svo aftur núna 2024 þá í tengslu við Kúrani sem var búin að vera að hóta með þá í 2-3 ár reglulega komið tölvupósta með hótun og búið að dæma þá í landsrétti fyrir að hóta drepa mig og fjölskyldum mína og ég tjáði mig það þegar dómurinn gekk að þetta væri maður sem hefði verið að hóta mér og sagði frá því
það bara allt í góðu og svo barst eitthvað talið, þetta var nú á Vísi, barst eitthvað talið að þessum leigubílstjórum sko, það væri nú enn villisann sko, það var nýbúið að vera mál þar sem að leigubílstjórin nauðgaði konu með stættir í, það voru frá Norður Afríku, hvað var ekki alls hér heldur ok, það kemur eftir kannski, en kerði hann heim til sín vinna síns og því nauðguðin, svo kerði hann heim og rukkaði hana fyrir, þannig fannst hann sko, því hann var ekki náttúrulega með neitt tracking system í bílum og fullt af öðrum atvikum frá þessu liði sem er algjörlega, og þetta er bara í fjölmiðlum alla daga, skilur eitthvað skonar ofbeldi eða fjársvik eða kúanir gagnvart farþegum og svo framvegis, bara vita allir. Ég myndist á þetta og þá fór Sigríður og skrifaði bréf þarna, menn ég var í sumafrí í júlí 24 og óskaði eftir ég listi frá störfum sko. Sendi þá ráðherra sem er sá sem veit í stöðun og svo fór þetta allt í gang og hún hafnaði þessu í 9. september held ég að vera, hún Guðrún Hafsteinsdóttir sko, það er svolítið sérstætt sko, því að upp úr þessu einnig þá tjáði ég mér endar Solaris sem voru þá að flytja inn sko, eða hefði verið að flytja hérna inn fólk frá Palestínu og ég hefði orð á því að þeim myrtist leika í létturúmi hvort að þar á meðal væri menn með tengst við hryðjuverk sem er alveg viðbúið þegar að flytja fólk frá Palestínu, frá Gaza á þessum tíma. Kærði mig fyrir hatursorðræði, hún þótti fyndin og er búin að stefna Guðrún Hafsteinsdóttir sko, fyrir henni fannst þetta margt sem ég hefði sagt í sambandi við þetta vera alveg óforsvaranlegt sko, en henni finnst það forsvaranlegt vantarlega að hafa talað múturnar sem er að stefna henni fyrir núna, ég hafði nú gaman að þessu að hún fengi nú svona þess að kynnast þessu fólki sem hún virtist nú einhvern veginn hafa samúð með þess og Sigríður ríkissaksóknari, hún fyrsta lagi hún lesbía, þannig að hún það stoppaði hún ekkert í að bregðast við kæru sko, ég fekk kæru á mig þarna frá homabandalaginu, hvað samtökum 78 að fyrir að hafa talað illum homma þarna 22 sko, og svo núna kom það frá Solaris kæra sko, þetta er allt fellt niður, þetta er innanslaust kjaftaði einhverja hatursorðir, það má ekkert segja þá held það sé alltaf verið að hatast út í þá, þetta er alveg galið sko, en en sem sagt svo hafnaði því bara að lesa mér frá störfum, þetta var bréfið fóróttu illa skrifað vegna þess að hann var búin að skrifa bréfið í hinn áttina og alltaf að lesa mér frá störfum og ég svona hvernig grunnsendur að verið gripið fram fyrir hennar á henni í þeirri vitleysu, og svo neitar Sigríður útluta með verkefnum og og ég rauninni var bara í ár, þannig að hún Obba tók við þessu og svo vildi hún flytja mig í stöðu aðstofar ríkislögreglustjóra í fyrra sumar og ég bara afþakkaði það og fór á eftirlaun sem var valkostur samkvæmt bara stjórnarskráni, 20. grein stjórnarskráni. Ég átti svo mikið erindi í eitthvað starf þar sem hafði ekki verið mannað í held í 15 ár og engin talið þörf á og var ekki svona í skipuriti og engin starfslýsing fyrir eða neitt sko. Þannig að maður sá nú alveg hvuslas úrræði þetta var, skilur losna við kallinn hann inn í eitthvað kústaskap hjá ríkislögreglustjóra. Ég fékk nú reyndar fyrirspurn frá blaðamanni hvort ég var ekki sár sko, því ég hefði getað tekið við þegar Sigríður hætti ríkislögreglustjóri sko. Ég játaði að ég hefði nú ekki sérstaklega verið spenntur fyrir þetta, nú algjört þrótabú allt saman. Hefur ekki verið hægt að taka til þar samt? Jú, svo er það bara spurning hvort maður nenni að eyða, einhverjum árum í það. Ég er búin að vera í svona stjórnunarstöðu á ríkinu, stjórnaði efnahagsbrotadeild í nokkur ár og þetta hjá ríkissaksóknara líka sem var að þetta er ekki skemmtilegt sko, maður er ekki að læra lögfræði til þess að vera að vesenast yfir einhverjum launavæli og einhverjum starfsmannarugli, skilur það er ekkert gaman að því sko. Það er alltaf mikið drama fyrir þig? Já, maður er þegar maður er yngri þá veit maður komast í einhverjar ábyrgðarstöður sko, stjórna og maður auðvitað veit það, eðlilega veit maður það að maður er langt bestur í því sko. En svo er þetta bara svona bölva vesen sko, þú veist. Þú getur, þetta er, þú veist, þú ert alltaf að fást við eitthvað fólk sem kann ekki að vinna vinnuna sína og þú ert alltaf að fást við eitthvað drama og vesen sko. Mannauðsstjóri bara? Já, það er ekki eins og engin mannauðsstjóri sko, þegar maður sért komið með náttúrulega stærri starfsemi og þú veist, og þeim er nú ekki alltaf treystandi eins og dæmi sanna sko.
Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Já, þetta var nú gangurinn á þessu sko og það átti bara að hendast út af borðinu strax en það sem ég finnst nú merkilegt í þessu öllu saman, að við erum með konu auðvitað, þetta náttúrulega svolítið þannig, sem umboðsmaður Alþingis og ekki, aldrei dottið í huga að taka neitt upp í þessu ferli. Fyrsta lagi því að ég látið sammála mér það sem eitthvað smálsmetandi að ríkissaksóknari hefur ekkert áminningavaldi yfir mér sko. Ég nefndi ekki að gera málur á sínum tíma, vildi bara setja aftur fyrir mig, ætla ekki vera þannig að vinna með Sigríði og vera í einhverju málaferlum við hann út af þessari áminningu. Það sá ég nú ekki fyrir og ég held þessari vitleysu áfram en það allir sammála það sko að það sá sem veiti starfið því að áminning undanfæri þess að maður sé leysti frá störfum og þú veist það ekki einhver annar sem getur þetta áminninguna til þess að undirbyggja ákvörðun hjá okkur öðrum að leysa maður frá störfum sko. Það bara gengur ekki sko. Þetta varst Jón Gunnarssoni sem ráðherra mjög sniðugt og bakkaði hann upp í þessari helvítis vitleysu og svo náttúrulega allir þessi prósess hjá Sigríði sko rannsóknarefni fyrir umboðsmann Alþingis, hún ekki haft neitt áhuga á þessu sennilega vegna að setja kona og það má náttúrulega ekki hreyfa við jafnréttisbaráttunni, það þannig veist. Ég hef nú bara orð fyrrverandi þingkonu kvennalistans fyrir því sko að það yrði að láta mig fara sko, það var verið að ræða þetta ákveðna vettvangi sem allir voru sammála með þetta væri nú helviti skítleg aðför hjá Sigríði að mér sko og það barst í tal hérna við þessa mannesku og nei, það var að láta Helga Magnús fara. Af hverju? Finnst þér þetta rétt að hann að missa starfið út af þessu? Já, það verður bara að gera það sko, því það svo mikið áfall fyrir jafnréttisumræðuna ef að Sigríður fengi ekki sínu fram og þá yrði hún að segja af sér. Hugsa þér, veist, rétt og rangt skiptir engu máli og ég held að sé bara svipaði þessu, hún hefur engan áhuga umboðsmaður Alþingis í því að fara neitt í þetta. Þá vorum bara að rukka bátnum og fekk mikla róskir manni, ég þekki hann og vorum á þingi lögfræðinga á þessum tíma og nú ég ekki efast geturnar sko og ég sagði það allar konandi að koma á óskurinn til hamingju fyrsta konan sem umboðsmaður Alþingis og ég segi, hvað að ykkur? Ég menn, hún alveg gjörsamlega hæf til að vera umboðsmaður Alþingis, það var ekkert með kynin hennar að gera, hún fekk starfið, verið ekki að gera lítið úr þessu, það svona sá ég þetta allavega, þú veist, gæti að setja hann að kynjavingil og allt bara óþólandi og mér finnst það bara niðurlegandi fyrir konu að hún sé alltaf verið að segja við hann, hún að vera að fá okkur starf út að vera kona kjaftaði, en hún ekki séð ástæði til að gera neina athugasemdir, hún ekki séð ástæði til þess að fara ofan í þá ákvörðun ríkissaksóknara að úthluta mér ekki verkefnum eftir að dómsmálaráðherra sem hefur valdið til þess að veita og leysa frá störfum hafnaði því, þá átti hún að lúta þeirri ákvörðun og ég átti að snúa til starfa, þá neita hann að úthluta með verkefnum í heilt ár. Veist, 20 milljóna í kostnað fyrir ríkið í fílukasti hjá ríkissaksóknara og það ekki talið tilefni til þess að skoða stjórnsýsluna í því. Nei, þetta er með ólíkindum. Algjörlega ruglað, sko, mér... Já, sko, maður skjóta einu inn. Það er því að þú talar þannig að það hafi verið, út af því að hún hafi verið kona, að það hafi verið erfiðar einhvern veginn að rugga þeim bát og einfaldar að leysa þetta svona. Þrátt fyrir það var nú ekki einfalt. En heldur að það sé að það hafi verið staðan, að þetta sé hluti af einhverju jafnréttisbaráttu? Sko, ég held að sko, bara að spyrja það einnig sannsku spurningu, ef ég hefði verið kallmaður ef ég hefði verið var... Hvernig skilgreinir? Ég glemd að spyrja það. Já, ég skilgreinir mig sem þrílappaðan kött, sko, þannig að það er semst kyn nummer 168 að já, ef ég hefði verið ríkissaksóknari og hún var að ríkissaksóknari sem kona sem hún er kona skilgreinir sig sem kona sko, en láta hann líka með hluta en sko
hún fyllir náttúrulega 2 bóks sko, hins einn bóksið og kona. Hvernig heldur það verið litið á þetta ef ég hefði verið í þeirri stöðu sem hún var að reyna að losna við hann út af einhverjum ummælum eitthvað? Heldur þú að það hefði verið litið sömu augum og það hefði ekki orðið eitthvað tal það að þarna væri karlmaður að níðast á konu, þarna væri karlmaður að níðast á hins einn mannesku? Ég þóra að fullir að þetta myndi ekki lenda, þú veist, dóminón myndi ekki lenda eins. Nei, en það sem ég vildi bara segja að allur þessi prósess tel ég vera, sko, nú ætlum ég bara, menn geta sagt, af hverju fyrir það ekki mál? Ég nenni bara ekki eða 2, 3, 4 árum í það að hafði eitthvað mál, miskabætur eða viðurkenning á eitthvað af þessu, sko. Það rauninni skiptir kannski ekki miklu máli, miskabætur eitthvað sem að vera hægt að sækja, skilurðu. Vegna þess að, veist, lýsi mig vanhæfan, hún hefur enga lagalega stöðu til þess að lýsa mig vanhæfan til þess að gegna starfi mínu. Skulum taka það fram, það hefur aldrei verið kvartað undan mínum störfum sem saksóknari, aldrei nokkuð tíman, og ég tel mig hafa bara gengt því starfi mjög vel og sé bara einn færasti saksóknari landsins, ef ekki svo færasti, og búin að flytja stóran hluta öllum staðstu sakamálum í Hæstarétti, þessum hrunmálum til dæmis, og veist, það er eiginlega fáránlegt líka fyrir bara kerfið að vilja ekki nýta starfskrafta mína, en ég er náttúrulega að bjóða á núna hinum með borðið og verði þeim að góði, ég veit ýmislegt þetta kerfi og get veit ágætis þjónustu sem lögmaður, sko, ef menn vilja nýta þekkingu mín á því 30 ára. En það var ekkert gert í því að snöpra hana fyrir þessa framgöngu, sko. Hún er ekki að fara til lögum, hún er ríkisásnæður, hún fer ekki eftir lögum, hún virðir ekki löglegar ákvarðanir dómsmálaráðherra, fer í einhvern fílukast og neitar að útluta verkefnum, bakkuð upp af 2 ráðherrum eða 3 ráðherrum sem láta þetta viðgangast og mismunandi stigum. Ég ráðlaði núverandi dómsmálaráðherra að bjóðinni bara að fara á eftirlaun, sko. Það myndi leysa málið, ég geti bara tekið við þessu og svo getur auglýststöðuna í framhaldinu. Eftir 2 ár, eða semst þá 2 ár, hún getur hætt núna í október, gera það væntanlega, fyrir á eftirlaun og fullan launum. Hún er 65 ára þá, eða í nóvember segja. Þú hefur átt meira eftir þetta, þú ert yngri? Já, það er 4 ára á milli okkar, eða 3 ára á milli okkar. En þetta snerist ekki árafjölda eða annars líf, sko. Þetta snerist bara það, hún var bara farin að vinna, hún var ekki að vinna eftir lögum. Hvaða lög er það sem hún er að brjóta? Já, það er bara þannig að í lögum með fyrir sakamáli er það ráðherra sem skipar, það er ráðherra sem leysir frá störfum og auðvitað er það þannig óskrifur regla að þeir sem starfa í ríkinu eiga að hafa verkefni, skilur, og það er ábyrgð á forstöðumönnum stofnana til að fara vel með peninga og það er meira að segja áminningaskylda ef þú ferð, eða ég held að þessi skylda er náttúrulega áminningaheimild ef að fjárheimildi fari langt fram úr fjárheimildum í stofnunum og svo framvegis. Það að þú sért forstöðum að ríkisstofnunar felur ekki í sér og þú getur sóað yfir 20 milljóna í launagreiðslu til eitthvað sem líkar ekki að hafa í vinnunni og því að einhver persónulegur fílukasti við hann. Ákvörðun ráðherra að víkja mér ekki er endaleg, henni verður ekkert skotið neitt og valdið er hjá henni samkvæmt lögum, þannig að það er ekkert flókin lögfræði, sko. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Þú hefur ekki reynt að fá Sonju Ýr Þorbergsdóttur til að taka upp mál þitt út af því þau eru núna að mótmæla áminningarskyldunni. Hún hefur örugglega viljað taka upp þitt mál og tala það að sé verið að fara gegn, þetta er óhæfur stjórnandi eins og það er orðað hjá BSRB. Já, en allavega sko áminningaskylda var til staðar og þessi áminning að mínu viti og flestra sem að ég hef rætt við er ekki stæðst ekki, sko. En hún er undanfærið þess, sko, að sem er möguleiki að víkja mér úr starfi vegna seinna málið framhald af áminningunni, sko. Ef áminningin hefði ekki verið til staðar þá hann aldrei geta sendt þetta bréf til ráðherra, sko. Beðum að ég er listur úr störfum. Því að það er áminningaskylda, felur í sér að það þarf að vera sama brotið tvívegis. Já, búið að veita áminningu áður.
En láta þetta líka með hluta sko, en hérna ég mátti til með að sparka eins í Jón Gunnarsson því að hann var að hæla sér eitthvað því að vilja gera eitthvað í þessum útlendingamálum að hann eiginlega beitti sér í þessu máli og lét Sigríði vaða uppi með þetta mál vegna þess og tilefnið var nú bara það að ég var að tjá mig þarna 22 að tjá mig útlendingamál hælisleitendamáli, það var nú öll meiningin á bakvið þetta sem hann að segja núna veist. Hann hefði getað sýnt að þarna hann hefði eitthvað náðið með reddu útlendingamál og ég held samt sko að ég held að vera að setja mig á eitthvað stall sko en ég held samt að mitt mál hafi svolítið opnað eða svona ástand kannski öðru ítt aðeins við umræðunni sko fólki blöskrar, ég með þetta Sýrlendingur sem kom hérna sem hælisleitandi sko sem var að hóta mér og öðrum líka og öðrum, já, en ég ætla ekki að taka mig þetta er bara sem snýra mér en ég meina rest á 2 menn með hníf og hérna og hann var búin að beita ábyldi áður sko á hótunum og bara fullt að skýti kringum hann sko en ég er bara að tala um þetta af því ég var að tala um mitt mál og það snýra mér ég er ekkert að halda eftir að ég hef farið verð út úr honum heldur margir aðrir sko og síður en svo, það reyndi ekki að stinga mig og hérna þannig að já ég held að það hefur svona aðeins fólki aðeins blöskrað sko og ég get sagt þið að ég hitti fólk nánast, já en það bara já ég segja núna nánast í hverju viku sko sem er að nexlast að þessu og lýsa stöðningi við mig sko það fór í gang undirskriftalisti sem að 6.200 skrif undir sem er nú held ég ágætt á Ísland.is þar sem að fólk hefur nú annað auksum heldur en einhvern embættismann sem er í einhverju strögglu við yfirmanni sko og hérna það hefur verið mjög mikið svona og það hefur glatt mig sko að fólk hefur nefnt að setja sig inn í þetta og haft skoðun á þessu sko Já, ekki fundist þetta eiga að vera svona hjá ríkinu við skulum átt okkur að því að það sem að ég var að gera og það sem Sigríður að gera og það sem ráðherrar að gera er allt eitthvað í umboði fólksins sko við erum að þykja laun frá hinu opinbera Það sem er náttúrulega bara sérstaklega við kerfið í dag og maður hefur nú aðeins kynst þessu sjálfur á svona hinum ýmsu vettvængum er að ég held að fólk, það sem var verst við þetta ég held að engum hefði dottið í hug að þetta myndi viðgangast að hann gæti staðið í hótunum við svona marga en náttúrulega sérstaklega þig fyrir það að vera að sinna vararíki saksóknara embætti og að þetta gæti gengið svona langt án þess að eitthvað var gert í því ég held að það hefði komið fólki mest á óvart sko. Já, ég held að þessi ágæti Jón Gunnarsson sem var eitthvað að hæla sér að því að vilja hafa alltaf að beita sér eitthvað gegn hótunum eða ábyldi gegn lögreglumönnum þannig við þá gleymti ég að ákæruvaldið þarna ofan á lögreglunni og svo dómstólar meðan þetta gekk á og þegar dómur gekk yfir þessu manni þá var hann dómsmálaráðherra þegar hann gerði ekkert Vissi hann af þessu? Já, ég veit ekkert hvað hann veit ef hann fylgist ekki með fjölmiðlum og hefur ekki áhuga á því sem er að gerast í undirstofnunum ráðuneytisins þá var það ekki ég var ekki að ræða þetta við hann skilur ég held kannski að hann væri að fylgjast með hann væri að sinna starfinu sínu þetta var í fjölmiðlum hann hefði hótað mér og dómurinn gekk á meðan hann var ráðherra og þannig að hann ekki meiri áhuga á því heldur en það að bregðast eitthvað við og það var aldrei þú veist, hvorki að embættissálfið að ráðherra neitt gert til þess að bjóða mér eitthvað þú veist, ég keypti mér öryggismyndavélar svona til þess að vita hvort hann væri að sniglast í kringum húsi á mér því ég vildi ekki hann hitti börnin mín og leiði þeim úr skóla og það kom aldrei þangað þannig að ég og svo fekk ég náttúrulega eitthvað smávegis aðstoð frá greiningadeildinni sko fekk nú ekki skambis eða rískútari fyrir það nú verið gott sko en ég fekk svona eitthvað smáttir í svona sem hefði getað nýst en já, það var nú allt og sumt sko þannig að þetta er líka fyrir kerfið þetta er náttúrulega stendur auðvitað ég er ekki að gera lítið úr stöðu lögreglumanna þeir náttúrulega eru mikið nær í þessu efni sko þetta er náttúrulega mér veist bara þetta alltaf eftir að vera lægi sko já, en það er óþólandi, já þetta á gangi yfir alla á verið eitthvað kerfið sem hoppar inn í sko það á bara að vera þannig það er ekki nú að tala um það og þykjast á að ætla að gera eitthvað sko og þeir eru náttúrulega, já, þeir standa nær þessu og eru í hættu og þetta er náttúrulega algjörlega óþólandi hver sem að er í þessu kerfi þurfi í þjónustu sinni við almenning og í þessum störfum að sjálfur að bera ábyrgð á því vegna starfa sinna þessi í lífshættu sko. Já, það er bara bjóðað upp á svo leið sko. Vinklast inn í þessa umræðu mannréttindi sko. Mannréttindi eru orðin rosalega sérkennilegt hugtak sko. Flestir sem er að tala um mannréttindi vita ekkert hvað það er sko. Nei, það er þessi
og sko ég frekar hlindur þessu sem að Þorberg Sigríður ætlar að leggja lagjarnar að eitthvað hyski, eitthvað eiturlyfja hyski sem að hrella fyrirverandi konuna sínar eða eitthvað þannig náttúrulega bara að vera með eitthvað band á fótunum sko, því ekkert að vera að sé einhver mannréttindi að fá að hrella fólk yfir margra ára tímabil. Ég tala nú ekki fólk sem er komið og við sýnum gestreisinni og þeir eru að þiggja bætur og þeir eru að þiggja alls konar. Það getur líka verið að hrella ákæruvaldið hérlendi sko, það er svona algjörlega sturlað. Já, það er búið að vera fullt ef menn hafa nefnt að fylgjast með fjölmiðlum, það er búið að vera fullt af dómsmálum, manndrápstilraunir, nánast ærumorð og morð. Það var kona sem drap barnið sitt, son sinn og allskyns ofbeldi undir þessara palestínumanna sem margir hverjir hafa ekki verið lengi og hafa tengslu. Það sem ég líka merkilegt sko, ég geti talið var hann upp í sko, hann hefur vist tengslu við Hamas, þessi gæði hann upp í Úlfarsárdal sem var að reyna að stinga hann, það var búið ákæra fyrir tilnefndi manndráps. Það var kona frá Palestínu sem kefði barnið sitt sko, því hann var svo vont að búa í Íslandi, það er betra að senda hann til alla. Það var faðir dæmdur í Héraðsdómi Reykjanes fyrir níðast á dóttur sinni og hann sagði í lögregluskýrslu og sagt í fréttum að hann hefði verið búinn að drepa hann ef hann væri heim í Palestínu. Ég veit ekki hvað hann gerði, hvort hann var skotin í íslenskum kallmann eða eitthvað. Og það voru sómalar og palestínumenn sem fóru heim til lögreglumanns og hótuðu honum fyrir einhverja afskipti í umferðinni. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu var að starfsfólk sitt við hópi Palestínu og Araba sem að hafa hótað að drepa lögreglumenn og nauðga lögreglukonum. Og veist, ég er örugglega að gleyma nokkrum, við erum bara að tala um 1,5 ári sko. Þetta er allt frá Palestínu. Og ég sagði frá því að ég hafði örugglega heimildi fyrir því að þegar þær kellingar þarna í Solaris voru að flytja inn hópa mönnum og ég held að ríkið hafi borgað leigu vel undir þetta fólk hingað. Grundvelli einhverjar fjölskyldusameiningar sem engin vissi nú nein deila á því þeir hétu náttúrulega allir Múhameð og allir töldu væri frændur sko, því að það var engin DNA að prófa á bakvið þetta sko. Það var bara einhvern fólk sem skráði niður einhver nöfn að þessi og hinn væri frændi og mamma og amma og afi og svo ég held að þetta var 90 mann sem voru fluttið inn í. En í þessum hópi voru 10-15 menn sem að Ísraelska leyniþjónustan Shin-Bet varaði við. Þeir vita alveg hvað að tala þeir sagði, við viljum helst ekki senda ykkur þessa því þá hefði íslenska yfirvöld sendt þeim listan og spurt getið aðstofa við að flytja þessa fjölskyldumeðlimi til Íslands og þeir fóru yfir listan og þekktu þarna einhvern nöfn og vöruðu við þeim sagði, þið skulum ekki vera að taka þessa skilu þetta er af tengslu hryðjuverkastarfsemi ekki gott að þeim en svo var þetta fólk allt flutta inn af ríkisstjórninni mikið fögnuð eftir að þær voru búin að borga er nú að stefna fyrir dómsmálaráðherra fyrir að hafa sagt að hafa mútað ég veit ekki hvað fólk á að halda með þessa greiðslu voru það 5 eða 7.000 dollarar fyrir að hleypa manni yfir landamæri til landamæra var það þarf ekki að ræða það hvað grunnsendir eru uppi þar það sé hugsanlega mútur neða var því að hann þurfti að taka leigubíl að landamærunum svo þar þetta er eins og vegalindin úr Garðabæ og hinga held ég að allir þessi ræma hana en ok og auðvitað hélt ég kannski að það einhver umræði í fjölmiðlum eru búið að flytja hérna inn hryðjuverkamenn ganga hérna innan börnin okkar hver ber ábyrgð á því að hafa ekki skrínað þetta fólk á hann að koma hingað því höfðu upplýsingar eins og Helgi Magnús að segja að þið hafið haft þessa einstaklinga á nöfnin á þeim og að þeir hefðu tengsl við slíka starfsemi og af hverju gerði það ekki í því að henda þeim út þannig að þeir væri ekki að koma hingað það er engin að velta þessu fyrir sér hvað heldur að gerði svo ef þeir létu verða einhverjum ódæðisverkum hérna öðru heldur en að drepa einhvern fólk í bílageymslu ég glemdi reyndar þessum hópa ungum palestínumönnum sem voru að kúa fé út af börnum í Hafnarfirði og Garðabæ og alltaf eignaspjöldum og það var ekki, þeir voru 5 sko heldur hann og 3 héti Múhameð hann lítur að vera stoltur af sínu fólki en og þeir sko, það var ekki 1 eða 2 tilvik þetta er allt sami hópurinn og núna þessi bílageymsluhús þannig að, þú veist ef þetta væri allt að gerast í Bolungarvík myndi menn ekki halda að það væri eitthvað mikið að í Bolungarvík það er svona svipa margir palestínuarabar hérna eins og búa í Bolungarvík ég er bara að tala um 1,5 árið þetta sem ég búin að vera að telja hérna upp
allir svo, ég sjást rasist af því ég hlusta á fréttir og ég að taka þetta fram. Þetta ekkit eðlilegt að við sitjum uppi með þetta og ég búin að heyra fullt af öðrum dæmum bara með svona frekju og yfirgangi sko sem að hendi þess að fólks gagvart nágrunum sínum skilur að þetta ekkit ásættanlegt að við séum að setja þetta inn í samfélagið og fólk setja uppi með svona í nafni einhverja góðmenn sko, bara takk fyrir ekki sko. En hvað myndir það vilja sjá gerast? Bara sendið heim aftur, nú bara stríðið búið, farið bara heim, getur bara að byggja bara út með allt liðið. Já. Á hverju ættu að halda þessum fólkinu, á hverju getur ekki farið heim? Jú, ég meina það þarf að fara að endur byggja þessi hús, það vantar fólk og hendur til að byggja það. Já, þetta er sjónarmið. Hérna ESB, þú vilt treysta þjóðinni. Telur að við að straumlínlega okkur kerfi að því að vera samkeppnishæf á alþjóðasviðinu með því að vera undir verndarvæng ESB. Af hverju það? Ég? Ég hef ekki hert neður rök fyrir því okkur eftir að gangi í ESB, mér finnst það eigi að vera rök fyrir því við erum að setja að veði sko fullveldi landsins fiski eða semst okkar helstu auðlind sem sjávarútvegurinn og framtíðar hagsmuni og ég bara ég hef haft ákveðna skoðanir á mörgu sko í þessu og ég hef bara ekki hert neður rök fyrir þessu og það sem að eiginlega klikkaðast í þessu að það ekki reynd einu svona að færa rök fyrir þessu. Af hverju, sko, kikki pakkan, þetta bara bull. Treysta þjóðinni, þetta bara bull. Þetta er ekkert, skilur. Hvað tekur þetta ert alltaf að klifa á þessu? Hver eru samningsmarkmiðin? Hvað ætlar að sætta þið við? Hvað ætlar að sætta þið við varðandi sjávarútveginn eða landbúnaðinn, viljum við flytja hérna inn óheft bara skepnur þannig að landbúnað bústofnin okkar sé í hættu? Hvað áhrif hefur þetta á afkomu bænda þannig við getum framlýtt okkar mat? Ég er æðislega ánægður með íslenska bændur. Ég borði eiginlega helst bara íslenskan mat ef ég get keypt hann á borð. Bara því ég veit að það er ekki verið að helli vera sýklalyfjum og skortireitri og svo framvegis. Og ég er bara tilbúin að borga fyrir það og ég vill ekki skemma það. Og svo til eitthvað sem heitir fæðuöryggi líka sko. Þetta sama fólk er að koma okkur inn í Evrópusambandi, það er mjög hrifið að því bara flytja allt inn og leggja bændurnar af, það er oft komið fram í máli þeirra. Þessir pótintátar að margbúa vitnið og hjá Evrópusambandinu segja, skilur, það er ekki neitt að semja. Þið getur fengið frest með eitthvað, en þessi grundvallaratriði sem er bundin inn í þessum sáttmálum, þau verður ekkert samið þau, skilur. Þið getur ekkert fengið einhverja undan þá frá einhverjum grundvallarreglum. Sjávarútvegurinn, menn er alltaf að það er alveg sama hver veiðir en að fisk. Það er bara kjaftaði. Við erum með hérna fyrirtæki, íslensk fyrirtæki sem er að borga skatt á Íslandi. Við getum alveg tapað þessum veiðiheimildum og þessum útgerðum í hendur á einhverjum Spánverjum eða eitthvað sem myndi þá bara veiða hérna í einhver vesmiðuskip og þeir kem aldrei í land hérna sinni, sko. Það myndi örgulega ekki koma hérna því olían er svo dýr, þannig að taka hana með sér, það er Færeyja eða eitthvað. Skilur, þannig að hérna, og hvað þá? Horfum á þessi, nú er ekki yfirsýn yfir allt sem að þessir ágætu kvótakóngar eru að gera. Sjá hvað Samherjar eru að gera, því menn eru ofta hnýt í Samherja. Við erum að byggja eitthvað fiskaldi hérna, er ekki á Reykjanesi fyrir eitthvað milljarða, 20 eða 100 milljarða, sem skapa gjaldeyristekjur í framtíðinni fyrir okkur, störf fyrir fólkið okkar, sem að halda þá uppi ef allt gengur upp, vonandi, og sem að heldur þau upp í lífistandard á Íslandi. Er ekki að byggja eitthvað annað í Þorlákshöfn? Já, ég ætla að mynda að fara að segja líka í Þorlákshöfn. Og hvað eru hinn að gera? Ég bara gefið sér yfir það, skilur. Þeir eru að fjárfesta, þeir eru Íslendingar, sko. Þeir er ekki vænt samfélagið sitt. Jú, þeir eru að skýt nú á peningum. Mér er bara skýt sama. Mér vantar ekki peningana þeirra, sko. Ef þau geta notað á í eitthvað svona, að byggja upp eitthvað gott fyrir okkur, sem ég hef ekki efna og þú er ekki efna á að stopna einhvern fiskaldi upp á 200 milljarða eða eitthvað, skilur. Getum við ekki keypt það saman? Já, kannski saman, ef við sláum saman. Við getum farið í söfnun eins og hann Sema Erla, sko. Hann Solaris, bara fara í söfnun fyrir. En hérna, skilur hvað er fara? Við þurfum eitthvað sem getur byggt upp og haldið utan atvinnulífið okkar. Og ég og þú erum ekki að fara að gera það allavega, ekki í dag allavega. Og hérna, það er bara gott. En ef einhverjir Spánverjar er að græða þessu, hvað heldur þeir geri? Þeir séu eitthvað að spája að setja upp eitthvað lagseldi á Íslandi eitthvað sérstaklega. Þeir hafa engin tengst við landið. Skilur hvað er það? Þetta er það sem við tölum um innslitnina. Þetta er bara fólk eins og ég og þú, við geta verið saman í skóla með þessu fólki, skilur við.
við eigum sama bakgrunn og þeim þykir örugglega mjög mörgum og flestum vænt landi sitt og fólkið sitt og þjóðina og svo framvegis svo tala menn bara eins og skipta engum máli bara seljum útlendingum þetta og þeir sem myndur náttúrulega græða mest væru þeir sem ætti að útgerða og með þeim væri að selja þær og svo getur þeir fara að gera eitthvað annað en hérna Nei, svo núna myndi einhver segja sko, ég byrju nú við, Arctic Fish og Kaldvik og allir þessi gaurar allir í hérna eigu norðmanna þannig að þú ert bara að segja við en ég meina, það sem náttúrulega munurinn á þessu að norðmenn eru með atvinnustarfsemi hér í fjörðunum og eina sem þeir hafa reynda gert að tapa peninga á þessu og borga skatta og reynda að skaffa störf þannig að við erum bara sem að borga skatta þannig að þegar fólk að tala um þetta eins og þú segir sko, ég held að Heiðrún Linda við nú vara við þessu einmitt að strax og við myndum fara í þennan farveg að þá væri orðið miklu hagstæðara að selja þetta í einhverju stærri samstæpu en þá er aftur á móti skattan ekki greitir hingað sko. Já, nákvæmlega og en svo annað í þessu sko það sem aðalatriðið fólkið sko, það verið að tala treysti þjóðinni, ég meina treystu við þeim það búið að stofna einhver sérstakann stjórnmálaflokk viðreist, bara í kringum Evrópumálin, slitu sig út úr sjálfstæðisflokknum með mestu leyti. Hvenær heldur þú að þeir segi, heyrðu, við bara leggjum þetta upp á hilluna, þetta á vitleysi segja okkur, þjóðin vill þetta ekki? Við skulum bara leggja okkur niður. Hvenær heldur þeir sætti sig við þá stöðu? Hvenær heldur þú að Þorgerður Katrín komi frá Brussel og segi, heyrðu, nei, þessi samningu gekk ekki, þetta var allt fokkað upp á vitleysi hjá okkur og við fengum ykkur undanþágur sem ásættanlegar og við erum ekki að fara leggja auðlindir okkar að veði fyrir þetta. Þau hefðu tækifæri til þess síðast og það ESB var ekki dagskrá og ég sagði alltaf, núna tækifæri fyrir viðreisn að rýbranda sig sem svona hægri frjálslyndan flokk en þau gerðu það ekki. Nei, þau geta gert það vissulega en nú eru þau lögð á stað, þá er ekkert aftur snúið og ég sé alveg fyrir mér hvernig þetta verður gert sko. Sko við erum með einhver hérna kolefnisgjöld sko, þá fara að lenda á fullum þunga á Æslandir, skilur núna, veist, ég veit ekki hvað eru margir miljardar. 4 milljarðar, þetta var bara klikkað sko. Bara klikkun sko, og bara þetta skulle nokkuð tíman að verið samþykkt, ef það er rétt sem að Heiðar Guðjónsson segir að þetta verið gert í vinstri stjórninni, þá skil ég vel, það passar inn í vitleysunna, að láta undan í tengslu við ESB umræðan á þeim tíma. Nota bene það sem við náðum engum öðrum árangri heldur en að semja aftur EES-samningin skilur. Það var eina sem var búið að loka í þessum samningum var að fara yfir EES-gerðirnar sem voru búin að setja okkur við. Albert Jónsson hefur líka talað um þetta, hann sagði að við hefðum sko ætlað að verða leiðandi og ég man eftir þessari umræðu sko á sínu tíma að við ætlum að verða leiðandi í þessu og því að við varum komin svo langt á undan öðrum að þá ætlum við sko að fara ennþá lengra til þess að aðrir gætu í rauninni fetað í fótsporin sko. Já, eða þess að Þorgerður var að tala með sjávarútvegskommisarinn. Já, meðal annars. Hún reyndar eitthvað búin að viðfengja það, ég næði þessu ekki alveg. Hún segir þetta átt að vera grín sko að norðmenn teldu hættu á þessu ef við færum inn og undan þeim. Já, trúlegt að norðmenn séu svo vitlausir að vera að velta því fyrir sér að við höfum slíkt vægi innan Evrópusambandsins ef við göngum inn með hinum, verðum nú með 28 í röðinni þannig að við munum fara að stjórna sjávarútvegsmálum Evrópusambandsins. Mér að harðu á vægi sem við höfum ekkert vægi neinstaðar. Við myndum þurfa bara vera með hálft Evrópusambandi með okkur í öllum málum til þess að geta komið ykkur í gegn. Hvort sem það er í þinginu eða ráðherraráðinu eða framkvæmdastjórninni. Þetta er bara bull og halda það að þessi Evrópuríki sé ykkur í vinir okkar muni eftir Icesave. Þetta er bara hagsmunir, alveg sama hvað er. Og við höldum að Skandinavarnir séu vinir okkar, en ekki anskotast vinir okkar nema þeirra vel gengur og erum svona að drekka saman bjór. Þegar þeir hafa ykkur hagsmuni anstæð okkar, þá eru þeir bara konir, sko. Það er bara þannig með þjóðir og stjórnmálamenn þeir hafa ekkert annað að gera en að geta hagsmuna kjósenda sína. Þannig að þessi draumar um eitthvað vinsamt og eitthvað kjaftaði og þessi varnarhagsmuni, hvaða rugl er það? Gangi tollabandala til þess að auka varnir lands, ég held við ættum að fara og tala við Trump og reyna að mýkja kallinn. Það er eina ríkið sem hefur ykkur vægi og við erum hérna á þeirra áhrifasvæði. Evrópa, hún getur ekki að sinni varið sjálfa sig, sko. Nei, það er... Kannski eftir 10-15 ári, þetta snýst ekki um það að við séum ekki áfram Evrópubúar og við erum ekki samstarf, við erum með EES-samningin og við getum alveg haft samstarf í ýmsum sviðum á sem gangi í Evrópusambandið. Skilur. Og þannig að, og svo, ég var nú margt sem ég fær í gerum, svo verið að selja þetta með ykkur í kjafta, eða svo ódýr kaffibollin í Rúmeníu eða eitthvað, skilur, í alvöru.
hvernig dettur í hug að fólk hérna í bónus upp á Íslandi allir einhvern veginn fara að vinna fyrir 200 skall á mánuði eins og fólk sem vinnur í sambærilegri verslun í Portúgal, skilur. Þar sem að húsnæðiskostnaður eru líka mikið lægri og allt og mikið ódýrara og markaður mikið stærri. Til þess að ná niður vöruverði upp á Íslandi og hvernig ætlar að flytja þetta til Íslands, skilur, þetta litla magn sem við erum að kaupa og svo framvegis. Hvaða draumórar eru það að vöruverð bara hrynji hérna? Hvernig er það í nágrannalöndunum? Danmörku til dæmis. Jú, það er eitthvað ódýrara, en ég meina þeir eiga þá eftir að sigla með það til Íslands fyrir einhverja 380.000 hræður, skilur við. Og eitthvað er ekki launin hærri á Íslandi heldur en í Danmörku. Ég meina, þetta voru að taka nótis að þessu og svo er alltaf verið að tala um evruna, skilur við. Við höfum aldrei uppfyllt skilyrði til þess að taka upp evru. Nei, og við þyrftum að gera það ef við ætlum að taka hana upp, að í rauninni tala um það sem að evran á að laga. Nákvæmlega, við þurfum að laga það sem evran á að laga á þannig göngum í evruna. Það er bara kjarni málsins og ef við eigum náttúrulega bara að stýra okkar efnahagsmálum eins og menn. Það er helmingurinn að þessu. Og það er það sem myndu þurfa að gera til þess að komast inn í evruna. Og þá myndu menn náttúrulega að segja, það er svo gott að vera í evrunni, skilur að því hún bjargaði þessu öllu saman, nei, hún bjargaði þessu ekki neitt. En hún gæti ekki hafa bjargað þessu út af því nei, þurftum að laga þetta. Nei, það er forsendan, skilur við. Það er ekkið og hænan, skilur við. Og hérna, í þessu tilviki vitum við samt hvað ekkið er og hvað hænan er, sko. Já, en það er hérna hægt að halda svona áfram með allskyns fullyrðingar, sko. Meina, svo er það litla sem kemur frá þessum hópi sem að tala fyrir þessu. Þorsteinn Páls sá einhverju grein um það og ég gerði athugasemd við það var að skrifa að þjóðartekjur á mann væri miklu lægri á Íslandi heldur en í Evrópusambandinu að meðaltali. Ég man ekki hvernig hann orðaði það. Þetta er bara kjaftaði. Við erum nærið 2-falt hærri heldur en meðaltalið í Evrópusambandinu. Það eru 2 ríki í Evrópusambandinu sem er hærri þjóðartekjur á mann. Það er Írland og Luxemburg. Danmörk er á eftir okkur með 20-30% fyrir neðan okkur í þjóðartekjum á mann. Þetta er bara tölur á netinu. Og svo var einhver snillingurinn að haldaði fram sko að það væri undantekningar í Evrópusambandinu af því að nú er verið að stefna því að stofna bandaríki í Evrópu, það er nú bara stefnan sko, hvernig þeim tekst að útfæra það að það væri ríki þarna sem væri ekki með her og þá fundið þeir út að Írland væri ekki með her. Bara kjaftaði. Það litla sem kemur frá þessu liði, skilur, er bara rangfæslur. Það er ekki einu sinni, við erum ósamála, komið þá með rökin, hver eru undan þá sem menna að fengi frá landbúnaðar kerfinu, hvernig heimfærist það upp á Ísland, sjávarútvegskerfið, af hverju ættum við að fá? Við komumst aldrei inn í Evrópusambandi þó við samþykktum einhvern samning, skilur, ef það er eitt ríki sem telur sig hafa hagsmuna ykkur öðru og getur að stoppa allt raslið. Þannig að það er ekki einu sinni þannig sko að það er ekki samningarnefnd Evrópusambandsins, ég getur kallað þetta samningarnefnd sem er aðlögunarnefnd sko. Hún getur ekki gefa okkur eitthvað færi, skilur, nema hafa eitthvað bakland í Evrópusambandinu að það verið samþykkt. Það er líka eitt í þessu sem að mér finnst ekkert hafa verið rætt, sem er sko, núna er hugmyndin svo að ef það verður samþykkt núna 29. ágúst að fara í þessa vegferð, hverjir munu samþykja, hver verður samningsnefndin og hver verður afstaða samningsnefndarinnar aðild að Evrópusambandinu og samningsumboð eiginlega. Já, nefnina, en við samþykjum að fara í aðildarviðræður. Já. Aðildarviðræðurnar verða háðar af einhverju samningsnefnd. Já. Hver verður afstaða nefndarinnar? Já. Það er risa spurning. Þá ertu komin að við hausinn að þessu öllu saman og Þorgerður Katrín sem vill ekki segja okkur hver markmiðin eru. Ríkisstjórnin stjórnar þessu markmiðum. Það er ekki bara einhver Pétur og Páll sem er að gera eitthvað á eiginvegum sko. Þeir hljóta að fá okkur að línu hvað við ætlum. Sko í þessum, sko það er ekkit vandamál að fara í gegnum fjórfrelsið, skilur. Allar þessar reglugerðir sem eru reyndar ekki 80% heldur kannski nær 20% af öllu regluverkinu sko. Þannig að það er nú eitt bullið. Þetta var talið saman nokkru sinnum og þetta fór aldrei yfir 20% sko. Það var þó aldrei hækkað hlutfallið eða komið yfir það. Við erum búin að taka upp 80, sko, það verið að fegra þetta er ekkert mál, við erum komið með 80% af þessu, skilur, það er bara rangt. Hún viðurkenndi það, við hefum tekið upp 80% af EES-reglugerðunum. Það er bara lygi, skilur, þú veist að þið geta að segja, já, ég átti við, sko, sagðu það ekki þetta, segðu bara það sem þú meinar, vissir ekki hvað að tala um, nei alvöru, er þeir þá treystandi að þú getur ekki komið þessu rétt út úr haustum á þér? Þetta er manneskja sem ætlar að vera í farabróti það hvernig við semjum. Ég get alveg sagt þér, ég sé alveg fyrir mig hvernig þetta gerist. Það verður aldrei hægt ef við samþykjum að fara í þessum viðræður, það verður aldrei bakkað út úr því,
það verður komið hérna með eitthvað samningum hérna sjávarútveg eða eitthvað annað, við höfum hérna 5 ár til þess að ræða þetta frekar aðlögun og lausnir og við höfum fulla trú og Evrópusambandið hefur lýst því yfir að það ætla að koma á móts við okkar hagsmuni og eitthvað svona bölvað pólitískt kjaftaði. Svo þegar hólminni komið, þá það bara bingo og þið fáið ekki undanþágur. Þið eru komin inn, skilurðu? Þetta aðferð sem að svona stjórnmálamenn nota til þess að ljúga fólkin í ykkur vandræði með í samræmi við sína pólitísku skoðanir. Það að fegra þetta, jú. Þetta er ekki bara tímabundi frestur. Fresturinn felst í því við ætlum að ræða þetta frekar og útfæra þetta frekar og hérna, skilur við, og þetta verður allt í lagi og treysti mér og þetta er ég hræddur við, sko, því ég treysti ekki þessu fólki. Ég treysti ekki heilendur að þau eru ekki tilbúin að setja á borðið núna hvað þau ætla að sætta sig og hvað ekki, skilur við. Og ef að þú ert að fara að treysta fólki fyrir þessu umboði þá er lágmarkið að þú getur trúa því að það sé með einhverja grensur, sko. Bara að segja, fjárfesting í íslenskum sjávarútvegi kemur ekki til greina, við stjórnum kvótanum og útgerðum er íslenskir eigu. Hvaða milli við ætlar að fara í þessu? Sko, fara svo reyna að selja hann. Þú sagðir að þú er einfaldur maður aðan og ég er það í þessum umræðum. Og ég treysti þjóðinni til að segja nei við þessum aðildarviðræðum. Einfaldlega vegna þess að það er að fara í alls konar hugleiðingar allskynsmál, sjávarútvegurinn, landbúnaðurinn, evran, allt þetta dót, það er svona það er að sjóða þetta niður í mjög einfalda sýn sem ég held að verði þú veist, við erum að taka afstöðu til þess að núna er Evrópusambandið 65% af þjóðarframleiðslu Bandaríkjanna voru 95% fyrir örskömmu síðan. Þeir munu koma til með að verða 50% og fara undir það eftir örskamma stund, búin að fara niður úr 25% af heildarframleiðslu heimsins niður í 14%, munu fara niður fyrir 10% fljótlega. Ok, þá erum við þessa tölur. Við erum með hérna regluverk sem við tökum frá Evrópusambandinu, sem við segja það við straumlínulagað, sem við segja við hefum getað hvað sem geta aðlagað að okkar, skiptir ekki máli. EES-samningum var flottur fyrir okkur örgla. Hins vegar, að þá erum við núna að kjósum það að fá og innleiða að fullu Evrópusambands regluverkið. Sama regluverk og þeir segja að núna er það búið að sjá til þess að þeir eru orðnir ósamkeppnishæfir. En þeir ætla ekki að aðlaga það, heldur ætla að regluvæða sig út úr þeirri vitleysu. Og við segjum, já, við ætlum að taka það sama upp í okkur. Það er sölupunkturinn sem ég finnst bara vera svo einu sem skiptir máli í þessu. Já, sko, við slum aftur reyna að það er enginn að tala gegn EES-samningurum. EES-samningurinn færir okkur alltaf besta aðgangamörkuðum og öðru slíku og þessi hliðarsamningur sjávarútis. Sem var uppaf, sko, punkturinn með þessu bandalagi til að byrja með. Já. Og við fengum hliðarsamningum tollfrelsi fyrir sjávarútvegi sem er ekki hluta EES, sko, heldur til hliðar við. Og þetta og það er enginn að tala þetta niður, það er enginn að tala það að við eigum ekki eiga gott samstarf við þessar Evrópuþjóðir eins og við getum, sko. En við þurfum náttúrulega að losa okkur undan þessu helvítis kollemna gjöldum og allir þessari vitleysu, sko. Þetta er ekki að skila neinu nema bara hærra vöruverði og meiri pening fyrir kommissarana, fyrir vinstraliði til þess að leika sig með í einhverja vitleysu, sko. Við erum að borga hærra vöruverð á Íslandi til einhverjum skipaflutningum út af einhverjum opinberum gjöldum, einhverjum kolefnisgjöldum til þess að einhver geti einhver staðar eitt peningum í einhverju gæluverkefni sem við höfum ekki að segja. Þannig að, sko, en það er annað sem hefur verið bent á líka og ég er sammála því, sko, ef að við gengum í Evrópusambandi þá öðlast Evrópusambandi samningsrétt fyrir okkur á alþjóðavettvangi, þú veist. Heimurinn er að breytast eins og þetta benda á, veist. Við getum bara á morgun haft miklu meiri hagsmuna því að versla við Indland og Kína, bara við getum þessna lent í þeirri aðstöðu bara hætta að versla við Evrópusambandi því að það væri ekki lengur borgunar, get ekki borgað fyrir vörðnar okkar, sko, og við myndum bara að flytja allt okkar þangað, veist. Við höfum kannski líka bara hagsmuna því að vera með skekkjuna á báðum öxlum, sko. Við skuldum þeim ekki að viðskipti, skilur, ef við getum selt okkar vörur og hærra verði annars staðar í framtíðinni, þá bara er það bara fínt, þá er gott að hafa það frelsi líka, sko. En ég vil taka fram að ég er að tala Við erum náttúrulega með slíkan samning við Kína sem að væri þó úr sögunni. Já, vantilega, til dæmis. Og og ég er ekki að sko, tala endilega gegn þessari sko, atkvæðagreiðslu, sko, þannig það sem ég finnst að þessu er það þetta er svolítið tölum með það einfalt, sko.
þetta flókið svolítið fyrir fólk sko, og fólk ætlar að fara að kjósa þarna út á einhver loforð og svona klísjur frá stjórnvöldum sko, þú veist, ódýrt kaffi og ódýr mat og eitthvað, það læri vexti og það gengur allt betur ef við förum í Evrópusambandi að búið að tala niður allt sem við erum með hérna, þó við séum með statistik sem segir að við séum eiginlega á toppnum allstaðar sko, skilur við? Þegar fólk er að tala um kaffibóllana þá hljótu að vera að tala um sömu laun líka. Já, ég er að segja það, sá sem ber fram kaffi lítur að vilja þá fá 800.000 á mánuði sko, eða hvað það er sko, að hérna þannig ég er ekki að tala gegn sko endilega, bara ég hræddur við sko að fólk, það verði kosið svolítið út frá okkur í svona klísju sko, veist, nenna nógu margir til að hlusta á okkur til dæmis, eða ykkur aðra sem er að rökræða þetta eitthvað, sem ég held að við séum að gera, benda á einhvers konar staðreyndir í þessu máli, eða allar menn bara kjósa eftir flokkslínum. Og Þorgerður segir að þetta sé æðislegt að við fáum ódýrt kaffi, skulum kjósa með þessu, að kíkja í pakkan, þú veist, er ykkur að gagnrýna þessa, hversu margir taka inn á sig gagnrýni á þessa staðhæfingu að kíkja í pakkan, þú veist, þannig að hvað heit að Fúllið þarna sem var þarna þegar Össur var raskjeldur þarna í einhverjum panel fyrir 10 árum, 15 árum síðan, bara niðurlæging sko, eiginlega mesta niðurlæging þangað til að Þorgerður fór til Washington daginn og hitti húsverðin hann og labbaði með honum Smithsonian eða hvað hann var að skoða hann. Það var engin utanríkisráðherra þjóðarinnar fengið aðra þess meðferð í Bandaríkjunum eins og hún átti að skilja, því hún er búin að vera eyðileggja fyrir okkur allt samband við Bandaríkin, að hérna því hann er illa við Trump sko. Skilur Bandaríkin bara Trump í hennar sko. 80 ára varnarsamningur og allt, skilur, þetta er bara Trump og Þorgerður Katrín, þetta er náttúrulega vitleysa, skilur, þetta er miklu meiri hagsmunir og bara skritta á hnjánum þarna ef þú þarftist þess að við höldum í okkar hagsmunni hvað Bandaríkjamenn sko, akkurat núna, þetta sveifla sko, hann er náttúrulega svolítið sérstakur en Trump sko, en Bandaríkjamenn er ekki að hverfa sko, Bandaríkin er ekki að sökva í sæ sko, og hérna þannig að það sem ég er eiginlega hræddastu við sko er að þessar hérna veist, ég er sjálfsagt að hérna kjósa með þessu, svona sjá hvað kemur út úr þessu, svo eyðum við þetta hundruðum miljóna eða miljörðum í að hanga yfir þessu næstu 2-3 árin, skilurðu, eins og síðast þjóðin notar þá ekki þá peninga og ekki þá embættismenn sem sitja yfir þessu næstu árin sko, í eitthvað annað. Þannig að þetta er ekki bara að kíkja í pakkan, ég meina ef að pakkin væri þarna, skilur, það getur kíkt í hann er þarna ákveðnu marki, kíktu þá í hann, sjáðu hvað er í boði. Við vitum með EES, fjórfrelsið og það, við erum búin að taka upp þá löggjöf, ok, við höfum bara tekið 80 og vitum hvaða 20% við höfum eftir að taka upp og það er eftirlitsstofnun EFTA eru örugglega að hamast á okkur við það þá. Og hvað er svo annað sko? En hérna, við þurfum ekki að eyða einhverjum tími, svo er annað í þessu sem er náttúrulega, ég held að verði nú ofan á sko að það þarf að breyta stjórnarskrá, við göngum aldrei í Evrópusambandið, ég er nú ekki að segja þetta sem meðmæli með því við höldum áfram, heldum bara það, þetta mun aldrei takast hjá Þorgerði sko, þú veist, það kemur önnur ríkisstjórn til næstu kosningar, þessi hefur nú eiginlega ekkert gert annað en skýta upp á bak, og hérna, og þá verður þetta bara fellt og afturkallað aftur, sko, þá verður við búin að eyða þessu tíma í vitleysu, það er mín skoðun. Jafnvel þó þetta sko slætaði inn að því að væri svo margir sem væri svona tilbúin að gefa þessu séns sko. En ég er bara að taka fram, ég er að tala sko, ég tel þetta ekki vera ferðarinn að virði sko, en ég er ekki endilega með eitthvað rosalega sterka meiningar að öðru leyti en því að ég er svona hræddur við þessa atkvæðagreiðslu að hún verði kannski ekki og sérstaklega eins og þetta er nú sett upp að við höfum að kjósa þarna í sumarfríin okkar sko, við erum á einhverju sólaströnd að lesa yfir hérna einhverja bæklinga frá Evrópusambandinu það hvað sé gott að gera eða ekki að gera, skilur hvað við sko, þetta er flókið og þegar þú treystum þjóðinni veist, ég ætla ekki að segja að ég treyst ekki fólki almennt til að gera sitt besta, skilur, en þið verður þá að fara að leggjast yfir þetta sko, ef ég á að treyst ykkur. Sjá til. Hérna, þú nefndir í upphafi að þú sér tilganginn í að berjast fyrir hagsmunum barnanna og barnabarnanna og núna ertu með alls konar hugleiðingar það að fólk sé ekki standa sig í stikkinu bæði í embættum og í stjórnmálunum. Ég veit að þú verður spurður að þessu áður en gefur það ekki auga leið ef þú ætlar að vera og standa við þín prinsip og vera ekki svo gunga sem að þú varst að tala í upphafi að þú drullist í stjórnmálin? Já, það er eins og ég segi, það kemur alveg til greina sko.
ég veit svo sem ekkert og eftir þennan þátt sem að hefur náttúrulega verið alveg hræðilegur sko, þá veit ég ekki hvort að eykst eitthvað eftirspurnin eftir mér en sko, ég get alveg sagt þér það ef ég færi í pólitík þá ég náttúrulega að finna mér þá þeir sem að ég myndi fara með sko, þeir eru þó að þola mig þú veist, ég ekki kannski, ég veit ekki og getur kannski fundið eitthvað sem alveg eins og ég sem ekki nú Kleppi en og sammála mér sko, en Var það ekki miðflokkurinn? Jó, ég held það nú, alveg örgulega sko, því mér finnst hitt vera orðið í allt eins sko, þú fyrirgefur eftir að við hreinsuðum út þess að kjána þarna í Vinstri grænum og Pírötum en hitt einhvern veginn orðið eins sástu þetta í kosningabaráttunni þegar Snorri Másson einbráði því að við þurftum kannski að halda við stofninum og eiga aðeins fleiri börn og stuðla þá á því að það sé eftirsóknarvert að eiga börn og þá sagði Ásmundur Daði sko, nei við flytjum bara inn útlendinga það var allur panillin hugsaðir í alvöru þetta var framtíðarsýn hinna flokkana allra fyrir hönd Íslands að við myndum bara gefa þetta upp og og fá bara ykkur að, þið getur bara hýrt þetta skilur við erum að deyja út af því að nennum ekki að fjölga okkur það bara fyndið þetta ekki sko fæðingartíðni mjög mikið og stórt hagsmunamál þó svo að það sé hægfara lest að það voru mjög þá skriðþungin með henni gríðalegur og samfélagslegar afleiðingar þetta því að bara fyrir örfáum árum að þá var hann alltaf bara þannig að það þótti bara vera bara eitthvað svona hvít yfirbörðarhyggju nasismi sko að vera yfir höfuð að tala þetta sko. Já, þetta veist ég held sko, sem bara búið að skrifa mikið af bókum að einhverju fólki sem er að ofgreina og ofhugsa alla hluti sko. Þetta bara basic, alvöru, þetta bara náttúrufræðin, þetta bara líffræðin skilur. Bara, veist, tegundir deyja bara út eða nenni ekki að fjölga sér. Það bara einfalt og svo annað, ég veit ekki hvernig, þú sér þetta, ég veit ekki sem hvort þú átt börn sko, en ég held að sé bara sama hvað hver segir þá sjáu það eiginlega allir á lífsleiðinni sérstaklega þau láta eftir sér eiga börn hversu mikið svirði það bara fyrir manneskjuna skilur, eiga afkomendur veist, þessi tengsl og tilfinningar og allt þetta sko og mér finnst það fallegt í sjálfu sér og við eigum að reyna að hlúa að því að fólk geti gert það og sé ekki að neita sér að eiga börn af því það við gefna á því skilur bara búin til jarðveg þannig að fólk geti blómstrað sko á því sviði eins og öðru sko veist, við erum alveg búin að tala svolítið karriér og veist, að fólk geti menta sig og bladi sko farið á þetta B-vitans hamstrahjól og hamast þar í 50 ár og dáið svo bara einhvers og gjörgæslu sko og krensaðastíflu tala ég út frá eigin reynslu að ég slapsend en sko þetta ekki það sem skiptir máli þegar þú líkar á grafabakkanum eitt bortbíl ég keypti Porsche og svo var ég forstjóri og vann 14 tíma og sólarring og nei alveg sko og ég á svona mikið peningum inn á bókir ég rekk upp af þetta ekki það sem maður veitir fólki í lífssammingi svona venjulegu fólki sko, ég held ekki og þannig að þetta bara fallegt í sjálfu sér þetta ekki bara eitthvað þetta ekki bara einhver þjóðernis rembingur sko að reyna að stuðla því að fólk geti átt börn sko. Það enginn að tala um að neyða neitt til þess það bara hjálpa fólki, bara skapa umhverfi skóla og samfélag sem styður við þetta veist, þá gerist þetta því að fólk vill gera þetta að ég held allavega, þetta mín skoðun en þið getið skrifað bóku það hversu mikil rassist ég eða eitthvað út af því ég segi þetta og að veist, og þetta bara einföld lógík sko, veist við erum komin út í eitthvað, þau eru tölum kynin sko, bara ok, höldum okkur bara við líffræðin og svo getur þú bara leikið þér að einhverjum orða á hugtökum ykkur staðar inn á kontori og samtökunum 78 bara eins og vilt sko, mér er alveg saman ekki ætlast til þess að ég get ekki eins og sagt mig hvað að tala hvað þið mörg, það breytist að hverjum degi veist, við erum að reyna að halda þetta veruleikan í kringum okkur og við getum talað þessi einföld sko, reynum þá að skilja hann allavega og flokkan og hafa þannig að sé að tala saman sko ég meina, þurfum eitthvað að ræða það þú ert að kenna ungum mönnum box, er það ekki? Þú er að kenna, ég veit ekki hvort að kenna ungum stúlkum, þetta er einhverjum mjög en ok, þegar þeir eru konur vel á kynþroska aldurinn, þetta er einhvern veginn huga láta þau saman inn í hringin bara því að strákurinn segðist halda sig vera stelpu, við erum að ræða svona hluti, skilur Já, ég hef ofta rætt þetta þetta er algjörlega galið náttúrulega að hugsa til þess að það væri það er náttúrulega þannig sport líka að það eru höfuðhögg og áverkar
að tilhugsunin það að það fær einhver að manhandla stelpunnar mínar bara algjörlega fyrir neðan allar hellur. Ég segi sko, en þú getur fundið heilu bækundar þetta kjaftaði og einhverju ægileg læti að því að menn eru ósammála því að þetta sé lógík sko. Bara þarna enni nasista stimpillinn, skilur það, því að þetta bara common sense, bara guðanabenn. En allavega, svona ég nú bara gerður, þú bara afsakar, en ég held að væri margt svona beinskeyttara og svona einfaldara hjá okkur ef við bara reyndum að ekki að gera þetta flóknara en það þarf að vera sko. Nei, þetta ekki flókið. Helgi Magnús, takk aðeinslega fyrir að koma. Þetta var hressandi hugvekja. Jæja. Þangað til næst. Takk fyrir mig.